Mötley Crüe eru komnir á fónin og FN 95 blöður hafið göngu sína þennan föstudaginn 20. og 1. janúar. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Það er ekki fullu bátur. Fyrirliðin er á hálum ís, gæti verið að missa bandið. Þau eru ákveð að taka eigin á Tenerife fram yfir hlustendur sem er illa gert og eitthvað sem ég myndi aldrei gera. Þykist mæta í næstu viku en varafyrirliðin er á sínum stað. Ég ætla að byrja á honum, Steindór Hróar Steindórsson. Hvernig ertu? Ég er fyllandi góður og fráandi fyrir þetta. Ofboðslega gott að heyra, þú ert mjög mikilvægur þegar fyrirliðin er ekki. Ef ég verið búin að missa báða, þá var ég búin að missa klefan. Já, ég veit það má ekki gerast. Nei. Ég, hann framlengir og það er bara, þetta er ótrúlegt. Já, ég, veistu hvað? Þeir hafa einhverjum öðrum launum við það. Ég hef ekki stóra áhyggjur að þessu því að Já, sko, það er búið að kaupa svo rosalega sterkan leikmann. Ég er ekkert vissum að henn komist í hópin áttur. Það er súperstjarnan beint frá United, Sverrir Þór Sverrisson, oft kallaði Sveppi Krull. Vertu velkominn. Takk fyrir. Takk fyrir að vera með okkur síðast og takk fyrir að koma aftur. Ánægðan mín. Það var svo mikið stemning hérna síðast að við ætlum ekkert að fara að breyta þessu. Nei, ekki breyta því sem virkar. Nei, það gerir við seint. Hvernig ert þú? Ég óna mækni hvernig, út með andliti klæstu fyrir hann. Já, ég kann að tala í mæk. Ertu jafn reiður og varst síðast að fyrsta eða ertu búin að mildast eftir að þú náttúrulega varst nýbúin að vera í 21 dag heima hér? Já, ég er bara fyllandi góður og fróðandi fín. Eins og Steindi? Já, þá við erum á sama stað. Það er helviti gott. Var ég reiður síðast? Nei, alls ekki, þú varst í stuði. Nei, nefnilega því að við tókum upp hérna beint í bílinni og Pétur. Þá var ég reiður. Sama dag eða? Já, hvort á sama dag eða á 7 tíma. Þá var ég reiður sko. Og Pétur verður aldrei reiður sko. Það rennur ekki í honum blóðið. Ég einu sinni sé Pétur reiðan, það var út í leigubílstur og þú vorum að missa Pink. Já, þegar hann týndi passanum. Já, í sömu ferð. En leigubílsturinn var bara að keyra um okkur einhvern. Það voru út í sveit. Og hann var ekki að finna staðinn. Pétur brjálast. Ég hef aldrei séð Pétur reiðan, hann var svo reiður við leigubílsturinn. Nei, hann reiðist aldrei sko. Ég held ég hafi aldrei séð hann reiðan. Nei, og við hefum aldrei rífist, ég og Pétur sko. Það er ekki hægt að rífast við hann. Hvernig alltaf rífast við Pétur? Nei, hann bara brosir og hlær og er einhvern veginn bara Hvernig heldur þú, Pétur er aldrei lamin? Jú, kannski ef hann var ellendis eða eitthvað, það myndi ekki íslensku lemja Pétur. Já, ekki nema þú ert svolítið eins og svona í Fight Club sko. Já, veist, hann sé mættur í Fight Clubin. Destroy something beautiful. Já, en svo sko Mér langaði til að rústa einhverju fallegu. Þess vegna barði ég þið ógeði. Af því að þú hefur verið lamin, Sverri. Já, þú varst áttunni í bæ og tókst bara að kalla á þakinu með glóður. Já, ég hef lent sko 5 sinnum í slagsmálum og ég hef alltaf verið lamin. Ég hef aldrei lamin einn. Ég hef bara verið lamin. Reynur að ná höggum tilbaka? Nei. Eða ertu bara svona, af því ég veit að allavega það sem ég er að tala um, þar kom kjafturinn þér, ég var með þetta kvöld og þú átti skiluð högg. Það er nefnilega máli. Ég hef aldrei sært mannesku með neinu nema orðum. Og það finnst mér alltaf best. Leið þú þarft að kreppa hnefan á mig, þá ertu búin að tapa. Já, það er spurningin mín er, þegar þú veist að þú ert búin að ná að særa mannesku með orðum, sem er tilgangurinn, og þú færð höggið, hugsaðu að, ertu það bara hann að koma og þú ert ekkert að reyna að slá tilbaka. Lendu mig bara. Þú tala samt blöð eins og þú veist, þegar þú ert búin að særa einhvern með orðum og þegar einhver kýlir þig. Sært mig? Nei, ég er að segja bara, þú veist, það er eins og þetta sé alltaf að gerast fyrir mannin. Það er 5 sinnum. Já, yfir ævina, ekki bara í vikunni sko. Þetta er allt eitthvað sem gerðist bara fyrir 2010. Þetta er ekki gerst í 15 ár. Hefur ekki verið lamin í 15 ár. Það þarf að breyta því. Já, ég fari í gannislag við þig og ég fari í svona gannislag og svona, en ég hef aldrei verið lamin eftir það sko. Mér finnst það synd. Mér finnst gaman þegar einhverja lemmi mig. Já, þú veist, ég held að sé nú bara holdt að fá eitt högg í magan. Já. Er það ekki? Jú, eitt gútt mót. Sérstaklega að þú ert búin að vera með kjaft við einhvern. Það er náttúrulega eitt sem að ég sammála, okkur ekki að kýla í magan. Á andlitið ætti að vera svona, herðu, nei, ég ger hana ekki. Bara að kýla eitthvað í magan, ógeðslega vont, maður fyrir að grenja og hálf ælir og eitthvað. Ég til dæmis, ég var svo hrættur að kýla eitthvað í andlitið, ekki sé að hvetja til slagsmála. Bara brjóta tennuna og ég bara myndi meiða mig svo sjálfur í hendina. Já, en svo er fólk þarf að mæta í vinnuna bara mánudaginn, sko, getur ekkert mætt bara með sjálf á þakinu með glóðra. Já, þú getur ekki, áður nú lemur einhvern, þá ert ekki að hugsa bara, heyrðu, þetta er fucking endurskoðandi, ég get ekki kýlt hann í andlitið, ég ætla að bæja hann í síðuna, ég var að hugsa. Þú nærði ekki að hugsa, þú lemur bara. Já, þú ert bara orðin reiður. Já, sér bara rauð. Talandi um reiði. Já. Jú, þetta var ég pyrraður í gær. Það er allir að rósa landsliðinu og svona, þú veit það. Já, landsliðið, já. En herðu, við vinnum alla 3 leikina. Það er komin, ég var svo peppaði fyrir að vera heima með nokkra kalda og horfa á landsleikin. Alveg rönni, sko. Já, búið ákveða mat. Þetta var svona,
alvöru, á búið að taka daginn frá. Ég vaknaði og hugsaði með mér, leikurinn í kvöld. Stóri dagur. Bara svo United að spila í undanúrslitum meistaradeildinni. Taka daginn frá. Já, allur dagur þú ert að hugsa, leikurinn. Þú byrjar að stressa upp. Já, stutt í leikin. Og maður kæli bjóri í hádeginu. Mætir þetta. Maður kaupi kjúklingavangi og maður kryddar það svona klukkan 3. Ógeðslega rusl í landsliðshópinn. Hversu þreytt þetta COVID? Já, þetta var svo sækjandi. Ég skil ekki af hverju menn ekki bara testa þér áður að ég koma. Það var ekki bara að testa. Nei, verður þú heimaður. Já, þú þarft að koma bara ósmitaður. Já. Og svo eina sem þú þarft að pæli að fara ósmitaður. Ekki að vera að testa menn bara. Og svo, það er ekki verið að hjálpa. Það er bara allt morandi í túristum á hótelinu og allir bara gefa, það er ekki með grímur eða neitt. Það voru smá ég held að þetta væri svona bubble. Það væri bara, það væri bara einhverjum búðum. Já, en svo þú veist massa mikið svo er verið að tala um þetta pirraði mig svo í gær. Allan leikin, ég náði aldrei að njóta leiksins af því ég var alltaf að hugsa bara, það stafar 6-4 fyrir okkur. Þá var ég samt að hugsa bara, ef við værum með fullt lið. Ég veit það, og ég alveg þar líka. En ég náði samt, ég var alveg með skeifu þegar leikurinn byrjaði bara. Já, ég líka. Þetta er ekki góðu dagur. Og ég var alveg full, sko. En svo sá ég þessa ungu stráka sem að ég hef aldrei séð áður. Og ég veit þetta er klísja. Framtíðin er björt. Já, ég meina, við erum komið landslið í fremstu röð aftur. Liðin voru jöfn fyrsta korterið. Já, fyrsta korterið voru jöfn, miklu meira en það, sko. Þannig að þetta samt fannst manni alltaf eins og að væri svo miklu lettara fyrir Dana að skora. Sem að mér eru alltaf liðið bara alla mína tíð. Þetta heimsmeistarar eru búin að spila saman í mörg ár. En ég sammála að Sveppa. Þetta er, þú veist, klísjan að liðið verði, þú veist, við gætum í alvörunni farið alla leið bara eftir 2 ár. Já, ég lofaði með þess að nokkur landsliðsmönnum góðum þætti í dag því að þeir sitja upp á hótel að hlusta. Björgur Páll, sjátt á hann. Ég ringdi í Björga og beinti bílum í gerð. Ég var að tala við einhvern því að ég var svo pirraður. Hann er búin að vera svo góður á en hann er svo sem er gott. En eitt af því sem að ég þoli ekki heldur öll þessi helvítis jákvæðinni í þessu landsliði, sko. Þeir eru svo jákvæðir. Jú, það kemur alltaf maður í mannstað. Já, það er ekkert nóg. Ég vil bara fá Bjögga í markið eða eitthvað, skilur. Hann er með COVID. Já, ég veit það. Hann er með COVID, en málega er það að vera að tala kemur ekkert alltaf maður í mannstað. Ég vil bara fá liðið mitt inn á. Hvað ég að segja? Það er sýri markaður úr leiðinu. En svo veit ég það, þetta verður að vera jákvæðir og reyna að gera gott úr öllu. Já. Ég veit það, en það pirra mig og ég ræði ekki við tilfinningar mínar. Nei, og það hefur oft bara komið þér í gönur. Já, og það hefur líka hjálpað mér líka. Og berja marg oft fyrir það, sko. Að 5 sinnum. En svo þú veist, að tala um að blása mótið líka bara af. Þannig að Íslendingar í rauninni unnu mótið. Þannig séð, ásamt mörgum örum. En ég meina þá er svo tilgangslust kjafta þessu röð. Já, þetta er skipulagslis. Þess vegna, þú veist, það er verið að halda Evrópameistaramót og það er verið að tala um að hætta með það. Hvað er Ungarinn með allt niður? Já, þetta er það, ljótt að segja. Þetta er nákvæmlega það. Manstu, við vorum í Budapest í Evrópskuturunum, mér finnst það geggjur borg. Ég segi það og skrifa, þetta er algjört Budapestabæli. Nei, hefði þetta verið hérna á Íslandi. Hefði þetta verið hér, það hefði engin áhörundi verið. Við hefðum getað hort á því sjónvarpinu, allt mótið, það hefði ekki verið að sitja 10 lið á sömu hótel og ferðamenn með því og skitan er þar þegar liðin mæta. Ég er ekki reyður yfir áhörundum en að liðin séu ekki bara á hótelum þar sem engin er. Það finnst mér það. Já, bara liðin mæta hress og svo er bara hvert einasta lið að dett út. Þá er ekki hægt að halda mót. Það er vantar litið 13 menn hjá Þýskalandi. Já. Bara, ég skildi ekki, sko. Nei, er ekki Alfreð að þjálfa það? Eða taka ákvörðun. Hér má bara spila með COVID. Já. Hérna þetta er bara móta sem allir eru veikir. Og það, þú veist, hverju skiptir þetta allir sé veikt eða fest? Það er ekki að spila. Það er allavega jafnt. Bæði liðin eru með COVID. Það er allir með beinverki og smá svima og hósta. Leikurinn verður aðeins slappari. Jordan spilaði með hitta eða Flu, frægur leikur. Hann var ekkert að hugsa herru, ég geti smitað Utah Jazz leikmennina, ég ætla bara að vera heima. Hann bara spilaði leikinn. Já, þeir sem bara tyggju bara var ekki alltaf með bleikt tyggju og húpa búpa. Er þetta Þórólog hérna? Já. Ég hann alltaf arkitektina þessu. Svo er líka bóndadagur. Heyrðu það er bóndadagur. Það er rosa. Okkar dagur, stóri dagurinn okkar. Er það? Finnir einhvern mun? Reyndar, ég veit gjöf á hann. Hvað finnur mun? Hugsaður eitthvað herru, ég finn mun fyrir ammali. Ég er alltaf að vonast til þess að bóndadagurinn sé þannig og ég vona að kona mín sé ekki að hlusta. Ég er alltaf að vonast til þess að hún gleymi bóndadaginum og ger ekki neitt. Okkur. Af því að þá get ég gert það á konudaginn eftir mánuð. Hann er í februar, sko. Þannig að þú vilt bara En okkur spyrðan þá ekki bara frekar eða ekki bara sleppir í staðin fyrir að þú setja að vona
Já, það við tölum svo lítið saman sko. Það veitir hvað við spurja Nei, eins og til dæmis í dag, veist, við vöknum í morgun og svona og allt það sko og ég linsu Hvað er og allt það? Hvað er og allt það? Þetta hljóma vöknuði morgun og allt það Nú, herðu, gamli Já, ok. Nei. Jú, ég heyrði bara að þú staðir þetta Alls ekki það Við vöknum í morgun og allt það þá er ég bara að tala um það Við vöknuðum, við fórum niður við sögðum egghanda ég sögði egghanda okkur En fórstu niður áður og fórstu niður? Nei, ok Nei, það var ekkert Nei, ok Gerist ekkert Borðar egg í morgunat? Já, eitt Hæ? Já, Egg? eitt Þess að það er réttlætt þetta Síður er eitt egg og hvað meira? Ekki neitt Egg? Já, linsuð Það er ekki nóg Hvernig góð nennir því á morgunmat mótnana maður? Ég nenni valla að opna skýrferðnuna mín Ég borði ekki Jú, morgunmat ég bara vakna og fer í föt og fer niður og busta tennur og svo bara síði egg Já, ég veit alveg hvernig þú gerir það Ég spurði bara hvernig nennir því Ég átti hann alveg á því og lappar ekki niður á tippinu bara og sleppið að tannbærstöðu Hvernig bara Nei, minna egg, þú veist hvað þarf að setja í pottin, fá suðun í gang, taka kæla þetta í vaskinum Þetta er ógeðslega mikið vesen Þetta er minnsta vesen í heim Ég myndi ekki fá mér egg at gunpoint, aldrei Það er meira vesen að hitta sér samloku í grilli sko. Nei, þú gerir það ná í grillið, þú ætti að stinga því í samband náttúrulega Þú ætti að býða og með að hitta grill Þú ætti að setja ostin og þú ætti að skera ostin Já, En veistu hvað getur gert með það grillið innar? Ég minnst bara geggja þessu egg Það er alltaf betra bræði, þú veist það er svo Mér finnst svo galið að fara að ná í pott, setja vatn í hann, setja hann, eggið honni, býða eftir suðu Já, býðið suðu, tekur jángrínst 3,5 Já, eða bara suðan, er þetta rétt soðið egg? Bara tekur fyrir, já, ég veit, ég kann að linsuð egg Og tekur þú opnaðu og setur salt og svona og borðað þannig? Já, ok, það er bara í eggjabikar, ógstlega flott maður eitt egg, þá maður góður svona fullt úr smatar segir Sækir eggjabikar og salt Þetta er svo flókið dæmi sko Þetta er eitt egg, ef ég myndi gera þetta Ég skal segja reitt, ef ég myndi gera þetta Nei, þú þarfst ekki að fara Ég er að segja Ef ég myndi fíl út að ekki Nei, ekki fyrir fíl Þetta er svo mikið við Nei, ég er bara að segja Ég mókar í stjættina heima hér Nei Þú veist, jú Aldrei Þrýfur í bílinn Skeinur í barninu Eldar í mat á kvöldin Lífið er vesen Ég veit það Eitt fucking egg er ekki neitt Svona á allt sem þú ert að gera í lífið Ég veit það, það er punkturinn minn Ef ég væri að fara að gera þetta sama, ekki á svona reyður Ég myndi fá mig þá 6 egg Ég er að segja það, eða 7 Veist, ef ég væri að fara að gangi gegnum söðuna og pottin og saltið og allt þetta við og finna eggjabikkarinn og saltið þá myndi ég allavega fá með 4 eða 5 egg það tekur jafn langur tíma Já, en hérna skilur en ef ég langar ekki í meirinn bara 1 egg eins og bara það, svo mikið vesen að panta pítsu og hvað gerur þú? Já, ég panta alltaf 12 Já, þú veist, ég myndi aldrei panta pizza þegar ég langar í einast negin ég panta bara pítsu ef ég langar í egg þá farir ekki 1 egg og farir 5 ég segi það 5 egg ok, fær Íris egg líka? Já, hún elskar að fá sér strax byrja að gera fyrir fleiri og svo setjum við, þetta er áður en að börnin vakna þá setjustu niður og fáum okkur egg og förum við í stöðum Akkur þú varst með hendurnar að síni svo verið með hníf og gaffal Nei, teskeið og held ég ekki byggja Reyndar, ég stið það er gaman að lemja svona og fá brotið og taka skurðin og svona, það er stemning Það er alveg gaman Þú ert að selja honum þetta Nei, ok, basically það sem við vorum að tala um ég er ekki búin að fá neina bóndadagsgjöf en ég vil það ekki heldur Nei, af því að þú nennir ekki að gera neitt fyrir konunum þína Nei, ég vil bara eiga mögulegan á því að gera ekki neitt Það þurfa ekki að stressa það því Já, ég er sammála að sveppa Ég fekk enga gjöf allavega Hef ekki fengið hann ennþá Nei, ég hef ekki gjöf Hvað finnst þú? Nirvana ból, ógslálóður Nirvana ból Já, hvað er það? Það er ekki að lítið úr því Nei, ertu 12 ára eða ertu 14? Hvað byrju? Nei, bara flottu bólu Það sérðu bólu sem sveppir í Pulp Fiction bólur Það eru ekki verið ánæðið með hann Það eru fengið hann í bótadagsgjöf Já, upp á sjónsýttu minni Nirvana Þetta er collector's item Þetta er bara geggjur gjöf Ég veit Það er eitthvað ruggla Það var svoð ekkert má ekki Það nennur þið ekki Það var mikið vesen Ekki tala um mig eggin Ég er ekki að sjá Þannig að þú fékkst gjöf Já, þú fékkst gjöf Hún sagði þetta væri fyrri parturinn af gjöfinni Þannig ég kannski fæði meira og heitir Hérna Nei, ekki það Það er ekki það Allavega ekki eftir þetta Þessi handahreyfing sem fylgdi þessu var ógeðsleg Hérna, það sem ég er að hugsa gerir þið til dæmis eitthvað á valentínsadaginn Er það einhver dagur hjá ykkur? Nei, ekki á mér heldur Ég tek ekki þátt í honum
Já, ég veit ekki, kannski Nei, þú veist, ertu á mótunum? Nei, alls ekki mótunum Fólk má alveg gera sem að það er 12. febrúar eitthvað 14. febrúar 14. Og það er að gera brjóta upp líf sitt með því að hafa svona daga. Akkurat, ég fíla það. Ég stið það, öskudagur, bolludagur Halloween, allt þetta Halloween og fíla það sko, alveg í tætlur. En ég gerir samt að ég og kona mín erum ekkert eitthvað, ég hef að fá pössin í kvöld og það er náttúrulega Valentínusardagurinn Nei, það er kannski ekki þannig, en við gætum hugsabýtu, herðu, þetta var ekki eitthvað sem við vissum daginn áður, en svo gæti maður alltaf verið bara, hvað er ekki, Valentín, hvað ég var að taka rauðin og einhverja smásteg eitthvað kvöld, það er ekkert meira en það. Akkurat. Það er ekki eitthvað sem er planað fyrirfram. Nei, ég er alveg sammála, þetta er góða punktur þetta, en málega ég held líka, þú veist, þetta er náttúrulega bandarísk hefð og það er bara miklu meiri, þú veist, eins og brúðkaup úti. Sko, fólk í Bandaríkjunum er mjög stressað ef það er á lausu og það styttist í Valentínu. Ég veit það, og eins og með brúðkaup, eins og Íslandi, þá bara giftur þig, heldur partí og eitthvað svona. Þú veist, erlendi, í Bandaríkjunum, þá er þetta bara svona búið að fylgja þér út lífið. Þetta er stærsti dagur í lífi fólks. Þetta er stærsti dagur í lífi fólks og þú er búin að hugsa hann, þá er þetta bara bæði kynskilur. Þá er þetta bara svona búið að vera hangandi yfir kannski 30 ára eða eitthvað, þú veist, já, táningur og hérna, en á Íslandi er þetta svona við erum ekki þarna, þannig að, þú veist sko, eins og þetta segir, þar ertu stressaðu bara að þú ert einhleipur á Valentínsdegi hérna er þetta meira bara, heyri ástin hvað ég á að kaupa ost og ég stið brúðguminu einu, þegar ég gæði Helga Björnsson stegu upp á stól og stólinn brotnaði. Já, það var rosalegt. Hann hoppaði af borði á stól og stólinn brotnaði. Holy bee. Já, reyfst upp samt. Já, ég held að hann var dauður Faceplantaði það? Já. Nei, hann feipaði hann. Hvar var þetta? Þetta var í brúðkaupinu mínu. Ég þekkti þig ekki þá. Nei, við þekkti. Þú er líka verið bara 12 ára eitthvað. Já. Þetta er ekki 2000-módeli. Nei. Þetta var hann skemmta og hann bara fer hann í gegnum með heila stól. Þú verður þussi alveg, stóð upp á borði. Geggjaður. Og sem betur fyrir voru nokkri hraustir menn við borðið og heldur bara við borðið bara af því að gæinn var að fara detta voru að sjómaður og svo stökk hann af borðinu á stól og stóli bara kramdist niður og Helgi bara hvarf ég held að hann var döður stegu upp svo stegu upp alveg að drepast í hendinu en kom þetta svona í þú veist tónlistin dó og svo leið og hann þá fyrir allt aftur í gang og nei, tónlistin dó ekki Steppi Magg var á gítar hann held bara að hann hefði nú séð þetta oftar en einu sinni hann bara spila áfram og Helgi fann bara sitt kjú aftur það var ekkit vesen við erum með frábæna þátt hann ekkur í dag kæru hlustendur sko það er hvernig ég var að lýsa þessu með það er náttúrulega þekkið ekkir á sínum stað en sko við erum með 3 klefa við ætlum í leiðilega sögur og þær tengjast bóndadeginum af því að nú bóndadagurinn eins og kom inn á einn aðan svo fórum við í gamlan og góðan lið sem heitir Skellt á mig og það eru 2 þannig klefar því að Steindi átti mjög erfitt með að játa sig sigra þeir keftu ég vil ekki fara of mikið út í þetta af því að við tæklum þetta bara eftir nei ekki við höfum hlustað á ömulegt lag og fara svo í ölsingar ekki, hvað það er slúður og annað eftir ekki að gera lítið úr slúðrinu og lögunum sem þú var það með kórekar eða ekki? Jú, það er mjög gott í dag ég er búin að undirbúa mig vel stundla staðrendur líka á sínum stað þannig að það er bara nógum að vera við erum í gýr, drengindinni ég er í stuði sko já, það er nú líka bóndadagur það er líka fyndið að Sveppi segir að fara í eitthvað ömulegt lag og halda svo áfram bara að fara í auglýsingar því að fyrsta lagi er alltaf besta lagi ég var búin að ákvæða þetta fyrir þig ég sko ef það væri smá útvarsmaður í þið blöð þá hefur náttúrulega tekið eitthvað með Helga Björns þetta lag vorum að tala hann Painted Black og spila fyrir Sveppa Krull ég til í þetta líka hlusti á þetta með fullri vinningu fyrir öðrum lögum á þessari stöð þá er þetta lag bara í annari deild Painted Black, Rolling Stones örglega fyrsta sinn sem þetta er spilað á FM 957 þetta er ekki eins og ný grunnum hérna, það gagna hvað ég sem er lagagrunnum þú bara voru að hlusta á þetta á YouTube eða? Nei, það er Spotify Þú veist með gaman að þegar, ég veit ekki hvort að segja þess ennþá þegar Bjössi Mínus var í Stones coverbandi já, við Sveppi, ég fór alltaf þrísvar með þér að segja það hann kom í brúðkaupið mitt líka já, er það? Já, hann var sko, þið tók ekki upp í mús var það gaman í brúðkaupin eitthvað því að Steindi var ekki hljóma svolítið þannig hætti þessu og hann náði ég og Ötti fórum á Hvíta Riddarann að sjá Stones íslensku, ekki með, jú, kom pappi og Inga bróðir, Óli og strákarnir ég kom allir í leigubíl upp í Mosó að horfa á íslensku Stones Bjössa í Mínus hann sem Jaggerinn
geggjaður sko. Veistu hvað það var hitt upp fyrir á? Nei, Kaleo Máli að Kaleo var bara, þú veist, það var hitt upp fyrir Stones áður Íslensku og alvöru Kaleo, þeir voru húsbandi á Hvíta riddaranum, tóku lögutaskvöldin bara og stóðu vaktina og svo bara Gleimi aldrei þegar vorum að fara úr leigubílnum þegar við fórum upp á Hvíta riddarann að sjá Stones, starfræðin Hákon vinniðinn, hann fór fyrstur út úr leigubílnum, svo kom ég út og svo komst þú strax og eftir, þá leita hann inn í bílinn, hvað eru Halló Latti næstir eða? Halgjört eitthvað Áðurti Breiðholti Það komið að slúðrið drengir og ég byrja á leiðilega fréttir, ég veit ekki Pamela Anderson að skilja í 5. sinn hún har svolítið skilnað frá honum Dan Hayhurst og heimildir herma það verið að því að hann var algjör dick við hana það hennar útskilning ég held að það væri það sem hún fílaði Nei, bara fáið þetta svona dick astni leiðilegur þau sem sagt gengu í það heila aðfangadag herru það er ekki bara Rikki G sem að gifti svo aðfangadag því að þau gifti sig á aðfangadag 2020 og heimilegur í Vancouver þannig að þetta er ekki Gifti Rikki G sig á aðfangadag 2020? Já, það ekki? Nei, 2019 minnum held ég þannig að þetta er fyrrum lífvörður hennar og þannig að þetta er bara búið ég held alltaf með Pamelu ég var sem ég láta á hennar Já, sjálfsög og hún náttúrulega, hvað er það að gera þetta? Hún er ekkert mikið að leika Nei, ég held að fólk sé nú bara, þú veist Það er ekki bara að gera sitt, þú veist Jú, hún mætir og hún er glótt fengin á eitthvað svona Já, hún er alltaf með solid Já, hún er bara með tekjur Já, Pamela Anderson Já, nákvæmlega Þannig að, ok, það er alltaf búið og hún er á lausu, svo er það talandum sambönd og sambandsslit Kim Kardashian, ég held að ekki farið fram hérna einum að hún er hætt með Kanye West eða hefur sótt skilna Nú er það? Já, nú er Kanye West, hann er komið nýja kærustu sem heitir Julia Fox og Kim Kardashian var að tala um það í fjölmiðlum að henni er drullu sama She's over Kanye eða Ye, eins og hann heitir núna, Ye Akkur erum við að tala um þetta rugl? Að þetta er slúður Ok og sko það sem að er að bugga Kim Kardashian mest og vinnirinn hafa áhyggjur að Kanye West hann eldir Kim Kardashian og Pete Davidson allt sem þau fara ef þau eru að panta sér einhverja ferð þá er hann alltaf þar hann var alltaf að rappa að berja nú eitthvað já en sko hún þurfti að breyta daginn og voru þau að fara saman í frí og þau breyttu fríin á síðustu stundu svo að Kanye yrði ekki þar en hvernig veit hann af þessu? Hann náttúrulega þekki fullt af fólki í kringum hann og veit bara hvað hann að gera en hvað er hann að pæli þessu hann skilja við hann og byrja með nýri stelp það er eins og virkilega góð spurning ég nefnilega sko því að sonu minn hefur verið að hlusta á Kanye West og þetta er eitthvað svona minnst þessi Kanye West bara alveg fáiði þetta er alltaf að skrítið það er geggjaður sko en sko sá ekki svo var hann góð tónlistamæður en ég held þetta sé ekkert skemmtilegu gaur svo var hann svo mátt hann ekki en varst ekki She give me money já svo mátt hann ekki fara í afmælisveislu á dóttur sinni líka já það var enda mjög grilla Það sé ekki bara því að hann er alltaf mættur það sem hún er og eitthvað það er eitthvað ósætt í gangi en er þetta ekki kókaini sem er að tala í gegnum allt þetta pakk veit ég ekki helvitis fíknefnin þetta var fíknefnapúkin sem komin okkar út og hljómaði svolítið eins og pappa mér finnst einhvern veginn vera ég hef aldrei fíla Kanye West nei hann hefur aldrei gert eitthvað fyrir mig Ertu búin að hlusta á nýju plötur hans? Ég hefur þetta ekki hlusta á hana ég minnst gamla ég heyrði bara eitthvað lag sem börnum mér voru að leiða mér að heyra sem er eitthvað svona ná gang eitthvað svona flott ég heldur að þetta ekki gera laginu justice þarna sko þetta er ekki rétt nei þá er þetta eitthvað svona taktur sem var hjartsláttur í mömmans áður hún dó og hann er alltaf að segja nafni hennar hann er alltaf listamæður já, give me a fucking break sko. já, sko, ég meina ok, hvort sem að fólk fíla kann ég ekki ég fíla tónlist hans nú ætlum ég bara að setja hann á Spotify lista minn og ég ætla að hlusta á hann ógeðslega mikið koma með skýslu og koma svo tilbaka og ekki að vera með fordóma þetta er dóma dóma en ekki fordóma alvöru plötudóma en við hljótum að dæma hins vegar ég veit að maður á ekki að dæma það er eitthvað skrítið vel að elta fyrir hann til kærastuna sína og vera á þeim stað sem hún er mætt með nýja kærastuna sína það er bara óþægilegt já, bara move on maður það er mjög spes svo er það í restina þá vill systir Britney Spears hætta að rífast við hann í fjölmiðlum og er búin að senda henni sko þetta er grilla dæmi hún Jamie Lynn Spears hún er mjög þreytt á að rífast við systir Britney Spears hvað er að rífast?
bara allt sem sagt Britney Spears þolir ekki fjölskyldinu sína og vill meina hún að eyðilagt líf sitt og segir bara hún sé að spoiled brat og hún með þess að sagði á Instagraminu sínu hún vildi kýla hana kalda sko Free Britney maður Já, hún er orðin frjáls og hún setti núna á Instagraminu sitt Britney, hringdu bara í mig, ég er oft búin að reyna að ræða við beint og taka á sem svo systur ætti að gera en þú velur samt alltaf að gera þetta frá opnum tjöldum skrifaði Jamie Lynn á Instagram sem að væri svona eðlilegra þegar ekki í staðan fyrir þær alltaf senda hvort annari pillur í viðtölum með á Instagram bara ekki hittast og fara eins og málin eða hún geti bara sleppti að taka þátt í þessu ignorað þessi skilabóð og reyndar sko, Jamie Lynn sýstin er að selja bók þannig að það kannski útskýrst ég hef alltaf sagt það við þið fólk sem er að standa í ykkur svona bífi vill aðteglina til að selja bókina sína já, ég meina, er það ekki? Ég myndi ekki nenn að rífast við yngvar bróði minn á Instagram þú væri þetta með the upper hand þar það eru fleiri sem myndi sjá þig rakka hann niður heldur nögugt það er bara einhverju skvassarar eða einhverju badminton sem sjá það sem Ingvar skrifar Nei, Ingvar, hann er aldrei badminton Ef þú væri með einhverja góða juicy vöru einhverja bóka, einhverja rusl út þá myndir þú alveg vaði í hann maður Pappa er líka maður Sveppin myndi ekki græði að ræða Ingvar í bókinu en Ingvar geti eins og að gefa út bók eins og Jamie Lynn Spears er að gera og tekið sveppa helviti hart niður það væri möguleiki og ég geti verið eitthvað hættu þessu og eitthvað það er basically það sem er að gerast nú skiljið, ég skildi ekki punktin þetta er Ameríka sko þetta var slúðupakki dagsins að styttist þér í fyrsta klefan skellt á mig en við skuldum íst auglýsingar fyrst og við ætlum að fara í þær FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og mér stælt ég komin hérna í svona dómarasæti því að drengindur eru að fara að keppa í gömlum og góðum dagskrárlið sem heitir skellt á mig þessi var á miðvikudögum þegar Pétur Jóhann var með mér ég heiti gamla dag back in the days keppendur það þarf ekki að kynna þá annar Steindi Junior hinn Sveppi Krull sko það sem ég og ég verð með tíman ég er búin að hugsa hver skellir fyrstur á manna öllum þú sagði þú ætlaðir að hringi skurðlæknir sem er bara að stiktast það sem ég heyrst ég hugsaði sko ef þú ert í aðgerð og ert skurðlæknir þá hefur ekki tími í vitleysu Nei, þú ert ekki með síman á þér Nei, ég veit það þú sér bara með Bluetooth og bara haldið að sé líka númið sem þú þekkir ekki en haldið að það sé alveg ég veit að hann er ekki með síma á sér ég er ekki villingur en þú veist, skilur ég veit ekki svona mikið villingur þannig að draumur þinn að ringja eitthvað sem að þú heldur að megi ekki vera að þessu já, bara það verður eiginlega að vera þannig og en sko þetta er ekki fyrsta sinn sem þú ofhugsa þennan lið sko en heldur að skurðlæknir hafi einhver tíman framkvæmt aðgerð og talað í síma einhver tíman bara áður það er svona kannski við annan skurðlækni þá já, ekki bara við ekki ókunnar herru, ég bara trú ekki að þetta segja þessu orð hvert ætlar þú að ringja Sveppi? Hvor ekki að vil byrja? Já, það verður, ef að Steindi er farin að hugsa svona mikið hvert er best að ringja og bleið Steindi, þú byrja bara já, sko það er bóndadagur ætla að nýta hann? Já, ég ætla að nýta með það með því að ringi blómabúð það er auðvitað bilað að gera í blómabúðum ok, blómabúð já og ertu búin að hugsa hvernig þú ætti að láta skella þig? Nei, ekki alveg Hvað má og hvað má ekki í þessum leik? Þú mátt ekki segja skellt á mig og þú mátt ekki vera mjög dónalegur það má alveg með svona barnadónaskap en ekki þú mátt ekki rókísluður þá ætla ég að vinna með svona barnaklám, mennur Úi, nei Hvað er barnadónaskapur? Nei, ég veit að Ítti bara að byrja þetta Hætti að tala það var ógæslegt Já, góðan daginn, er þetta blómabúð? Það er blómabúð, já. Já, getur þú nokkuð skrifa fyrir mig örstuðt kort? Já. Ertu með blað og penna? Jep. Já, getur þú nokkuð skrifa fyrir mig hérna prumpu Býttu, hvað segir þau? Prumpu Já, og dollur op Og dollu prumpur op Dollu prumpur op Já, og kúkaskeina og Heyrðu, þú ert að djóka í mér Já Hvað segir þau? Ég er bara góður Ok Jó Hvað er að gera fyrir þig? Já, er þetta ekki Heyrðu, ég ætlaði nú að hringja í bakari Hvað er þetta? Já, hringdu bara í bakari Já Er þetta ekki blómabúða? Þetta er blómabúð Já, er ekki brálega að gera hjá okkur? Jú, allir að hugsa mennina sína Ég segi það? Já, nei, ég vildi ekkert sérstætt Ég vildi ekkert sérstætt Ég er bara að taka stöður Þú er bara að taka stöður? Já, bara að taka stöðuna Já, hún er fjandi góð hérna Er það ekki? Jú Já
Já, hvað klukkan, henni, já, hún, ok. Ertu ekki búin að fá blóm? Jú, hún var svo margt klukkan, sko. Já, Já, brjála að gera hjá öllum, þér og mér og ég nú bara eða tímanu þínum í rugl. Ég segi það nú. Nákvæmlega. Það er nógan tíma. Nei, Ég hef alltaf nógan tíma. Já, nei. Hringdu bara aftur. Já, eða ekki, eða þú veist, mitt. Já. Þú er enga tíma fyrir þetta. Nei. Heyrðu, þú ert í góðum gýr. Já. Takk fyrir spjallið. Jepp, takk. Blessaður. Þessar. Tvær mínútur af einhverju óþægilegasta sem ég heist. Þetta backfire big time. Sko, þú ert bara komin í einhvern annan dagskrárlið. Já, bara hefðu verið kamerun inni og Sveppurum báðu með hendur bara í kjöldu. Það var óþægilegt. Það gerði þetta ennþá óþægilega fyrir mig að sjá ykkur láta svona. Málega en okkur fatt án ekki strax þetta verið. Þú veist, málega það var óþægilegt fyrir mig. Ég ætlaði bara að segja, já, skrifa bara prumpu, dollu, kúkur og eitthvað rugl og það er bara skellt á. Ég ætlaði bara að fara núna. Já, ég átti mig á því. Já, ég ætlaði að taka 11 sekundar símtal og bara vera með mesta hæskúri ever í þessu. Þú varst 2:02. Ég svo, nefndum þessu bara. Sveppi, það er ekki mikil pressaður. Þú mátt ringa hvert sem er. Það er 2 mínútur. Ok, ég ætla bara að setja aðra blómabúð þannig að séu jafnir leikir. Mér finnst þetta samt, sko, ég vil gera aftur. Nei. Hvað, okkur spilum við ekki bara aftur við Dani? Nei, ég er að segja bara lögadaginn. Já, við bara við töpuðum, við viljum spila aftur. Nei, mér líður bara ekki vel með þetta símtal. Nei, ég er ekki hissað, þetta var viðbjörn. Já, þetta var það. Já, herru, ok. Það er að segja blómabúð hérna í Reykjanesbæ. Þú ert svolítið í Reykjanesbænum, Sveppi. Ég ætla bara að láta skella strax. Drömmaland. Já, ég er að gera könnun fyrir Gallup. Já, ok. Ég sitt allsber. Hæ? Ég sitt allsber heima að gera könnun fyrir Gallup. Sittur þú allsber? Já, ég er að prumpa allsber í könnuninni að því að bóndadagurinn. Heyrðu, ég hef engan áhuga þessu. Nei, ég veit það. En þú átt að hafa áhuga á því að því að þú að bóndadagurinn. Já, ég ætla að spyrja 10 spurninga. Nei, ég má ekki það ekki núna. Hvað er klukkan? Nei, þetta er bakari. Hæ? Þetta er bakari, ég hringdi bakari. Já, hvað er klukkan? Fyrsta spurning hjá Gallup, ég er könnun. Blessu vinnan. Allsber, ég er ekki vinnur. Það er ekki búin að skella þig og þetta er að hól. 50 sekundur. We have a winner. Steinda var pakka saman þarna í skellt á. Ég held að það er alveg sama hver kæmið inn í stúdíu og vinna Steinda. Bísaskóðsliður. Þetta var gamli góðu liðurinn. Skellt á mig Hvað sko þetta, ertu fann að setja síma minn í hlæð? Hvað er í gangi? Já, þetta var skellt á mig þetta verður ekki lengra. Ég sigur það, ég þól ekki að vera sigur það. Þessi litlu sigrar. Steindur, getur ekki taplar í þessu. Nei, ég væri til í, veistu hvað? Þegar ég er í þannig gýr ég er bara í gýr. Ég væri til að ringja bara 2 önnur símtöl, bara rematch, strax. Nei, ég er bara, sko bara hitt verður spila, allt í lagi. Hringdu bara 1 núna. Þú fær 1 chance. Þá skulum við ekki að gera það. Ég ætla að loka þessu og Steindi fær 1 símtal eftir seinni þetta. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Hárið, það er Túborg, Keiluhöllin og Slippfélagið sem færi ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 og ég minni á tilbúið hjá Shaken Pizza. Þið kaupið 2 pizzur og fáið 3. frýtt. Mæli með Banderas. Nei, jú, er það ekki okkar uppáhalds? Já, okkar besta pizza. Þú veist, það eru marga góðar en við erum svona Banderas menn, sko. Já, það er komið að, ég er að setja lægi undir. Það er komið að hennum virta dagskrárlið Þekki eða ekki. Já. Og setjum okkar uppáhaldsinn undir, Jón Jónsson og GTRN. Möss er að spila Candy Crush eins og oft áður. Hann nýtir hvert einasta auglýsingarhlið til þess að leika sér í þessum leikjum sínum. Nú er þetta að byrja að vinna aftur Sverrir. Ertu að vinna með nýja leik eða ertu ennþá í Candy Crush? Já, ég er komin í einhvern bílaleik, hann er heldur skemmtilegur. Ertu það ekki bara búin að mastera Candy Crush? Ertu ekki góður í honum? Hvað eru, ekki 44 árunu? Já, en það er maður aldrei og gaman. Nei, 45. 45 ára? Maður er aldrei og gaman. 42? Já, íbást. Pétur er 50. Hann ætlar ekki að halda upp á? Nei. Það er COVID, en tölvuleikir og aldur. Það er ekki COVID. Tölvuleikir og aldur helst ekki hendur fyrst mér. Nei, meni, ég sitt alltaf ekki með headphone og skýt í pizzakassa, sko. Nei, já. Það er bara rétt að kíkja í 1 leik hérna bara til að drepa tíman, sko. Já, auðvitað, maður að spila tölvuleiki. Herðu, Steindi, ég er að henda þér bara fram fyrst. Já. Við erum að fara hérna í Þekki eða ekki. Þið þekki reglur. Já. Hlustendur líka.
kemur okkur smá ok. Herðu Já, býttu nú við. Þú ert að fara að spyrja mig eitthvað sem ég held Steinda, já. Já, það eru eftir. Fyrst svarar bara hreinskilið hvað það er ég að útskýra þetta fyrir hvers þeim sem hún kemur inn. Já. Núna svarar bara hreinskilið. Ok. Ég er bara að spyrja það spurning og þú svarar. Okay. Ég ætla að missa að hafa þetta svolítið þægilegt fyrir ykkur í dag, þannig að verði smá spenni í þessu. Það eru 2 50-50 spurningar. Já. Sem þú giskaði, bara já eða nei. Já, ég skil. Fyrsta spurningin, og hún er opin. Þetta er ekkert endilega bara, ég er ekki að hugsa mat, þetta er bara allt. Af því að stundu segir mig, þetta er besta sem ég fæ. Ég ætla bara að spyrja, hvað er það besta sem þú færð? Að borða? Nei. Besta sem ég fæ? Já, bara hvað er það besta sem þú færð? Alveg sama hvað er. Það er ekki hægt að spyrja svona, sko. Nó, það getur verið eitthvað drikkur, það getur verið matur, það getur verið hvað sem er. Ég er ekki að segja bara hver er uppáhalds matur í þinn. Nei, ok. Bara hvað er það besta sem þú færð? Rauðin. Rauðin? Já. Hvað okkur getur ekki svarað því? Nei, það er svo margt líka. Bara veist, mér er stókslega gaman að gera alls konar. Já, varstu að hugsa þetta eitthvað svona kynlífstengt? Já, bara, veist. Þannig að, já, ok, ég sverði, ég var ekki eins og hugsað þannig. Það er bara your filthy mind, sko. Þannig að þið finnst rauðin betur en kynlíf? Nei, ég fæ mér ofta rauðin. Ég spyrir hvað er það besta sem þú færð. Ég spyrir ekki hvað er það sem þú færðir oftast. Nei, það er bara svo margt gott. Já, eins og hvað? Þú veist, kynlíf er gott. Það er gaman að drekka rauðvin, ég elskar bjór, minnst bjór æðislegur, minnst æðislegur. Ég er pítsustrákur alveg fram í fingugóma. Nautalund, æðisleg. Þú veist, ég ræð mér ekki að kæti þegar ég er farin að elda nautalund. Besta sem ég veit er að fara til útla, þú veist, það er bara neymið, sko. En þú veist, best sem ég fæ, rauðin. Mér er geggja að drekka rauðin. Mér finnst það gott svar. Þá er það næsta. Hvað er það erfiðasta sem þú gerir? Erfiðasta? Já, þú veist, ég er ofta að hugsa spurningar eins og bara, þetta er erfiðasta sem ég gerir, sko. Já, ég meint. Hvað er það erfiðasta sem, og svona, hvað kemur upp í hugan? Svona, þetta er erfiðasta sem ég gerir. Ég náttúrulega er dálítið svipaður og þú. Já. Ég reyna að koma mér hjá því að gera erfiðar hluti. Það ger ég ekki. Ég sækist þetta. Nei. Erfiðasta sem ég geri, ætli að sé ekki. Ég veit það ekki, sko. Af því að það mun allt hljóma illa sem ég segi. Nú er þetta eitthvað sem er létt. Já, veist, mér finnst ekki erfitt að skúra heima, en mér finnst það ógeðslega leiðilegt. Já. Þannig að þú ert að hugsa eitthvað þannig, það sé erfiðast sem þú gerir, það er að skóla. Já, svona, ég er alltaf farin að hugsa um eitthvað svona leiðilega sem ég gerir. Erfiðasta sem ég gerir, það gæti verið bara, nei, ég veit ekki bara, nei, er þetta erfið spurning kannski? Ég veit ekki hvað er erfitt. Nei. Ég hef bara ekki pælt alveg nógu mikið í þessu, sko. Ok, þá skal ég bara breyti sig, hvað er leiðilegt það sem þú gerir? Skúra. Skúra. Nei, erfiðast, veist, ég hef skipt dekk á bíl. Já. Mér finnst það pínu erfitt. Já, ég gæti það ekki. En hérna, ég gæti það örglega ef ég myndi reyna. Það klöngrast í það, að setja tjakkinn undir. Það er oft bara að byrja. Já, þetta er, þú veist, það finnst mér mögulega erfitt, en það er ekkert erfitt að skipta dekk á bíl. Þú bara tjakkar hann upp og skiptur dekk. Já. En mér, þú veist. Ok, ég ætla bara að setja skúra. Það er erfiðast sem gerir, eða leiðilegast það. Slass. Þá er það 2 já eða nei spurningar sem ætti að vera léttari. Ég ætla að senda að spyrja þig aðeins út í síðustu. Maður er það gal opna sig en því sem þáttum. Já, út á það gengur þessi liður. Hlustendur fá að kynnast þér. Hefur fermingarbróðurinn brugðist þér í beddanum? Neitað að fara upp eða eitthvað? Nei. Aldrei? Neitað að fara upp? Já. Jú, basically bara, hefur einhvern veginn ekki náð honum upp eða spurninginni og reyna að hafa hann svona já, bedni? það hefur nú örgulega gerst. Það er já. Já, ég held að. En greinlega ekki oft, heyri ég. Nei, en það er ekki út af einu sérstöku nema þá kannski af því sem að mér finnst best að gera, sko. Drekka? Þetta er ekki tengt skúringunum. Nei, svona of mikið rauðvín getur gert það að ég næ ekki fermingarbróðinu. Það er meira það frekar en eitthvað annars. Já, ok. En það hefur gert, ég er 44 ára, sko. Já, og ekki til að skamma sem fyrir. Að vera 44 ára? Já, náðum við upp. Já, minna það, já, nei, alveg rétt. Þá er það síðasta, hefur stólið ykkur sem fullorðið maður? Já. Já, létt já. Hverju, það spyrjaði hverju? Ég stólið, sko.
Yfirleitt það nú eitthvað svona í einhverju sprelli. Já. Hvað flokkast þeim sprell þú ert að ræna einhverju? Það heldur gott að geta fallið sér bara bak við það. Stálst þessi? Já, þetta er sprell. Ég að djóka. Þetta eitthvað svona, sko, til dæmis hef ég stólið spraybrúsa af klósetti á matsölustað. Okay. Sem svona til þess að ef þú ert búin að kúka þá sprayjar og kemur góð lykt. Já. Tók þannig brúsa í stál honum einu sinni. Hvað veitingastað? Út í London. Já, ok. Og ég stál einu sinni svona gulu vesti. Úr búð? Nei, af einhverjum svona stað líka. Svona gult vesti sem að ef þú væri til með starfsmaður hjá Reykjavíkurborg eða eitthvað í svona gulu vesti. Já. Ég hef stólið þannig. Og okkur, hvað gerir það? Það bara allt í sprelli sko. Já, ok. Sprelli. Og svo stál ég hef ég stólið keilu. Svona appelsínugulri keilu. Bíða með þið þá heldur. Já, það var eitthvað þeng. Já, það er eitthvað gaman að vera með þetta á haustum. Já, og svo umferðarskiltu með eitthvað svo leistótt. Já, herri, ég hef ekki bara segið þetta gott. Þetta er bara svarið já. Þú máttu henda steinda inn á þjóðurinn. Það er bara lengst að svara sig heist. Ég ætla að reyna mun eitthvað eitt. Herri, þá fáum við steinda inn. Eitthvað besta fólki. Þá var ég að fara út. Já, stóð að fara út. Alveg ótrúlegt, ég þurfa útskýra þetta fyrir þér í hvert leita þig maður. Þú ert að fara út Sveppi. Já. Þetta var svolítið skrítið að sjá þig. Oftast ferði eitthvað aðeins. Þú stóðst bara við prentaran eins og einhver pervert. Nei, ég fór á klósettið. Þú fórstu fyrst, ok. Ég stóði bara við prentaran. Akkur var ég þá standað, það svo pervert. Nei, mér stóði eitthvað svo skrítið hérna. Ertu tilbúin? Hvað mér að standa bara fyrir utan? Þú stóðst bara þetta hjá prentaranum. Maður kunni að horfa á. Nei, ég náði mér í orkudrykk. Ég fór á klósettið, ég gerði full djúðlónir enginn. Nei, alls ekki. Ertu ready? Já. Fyrsta spurning, hvað það besta sem þú færð? Og eins og ég útskýrði fyrir Sveppa, þetta ekki endilega matur eða neitt bara, veist. Það má vera hvað sem það má vera drikkur, matur, eitthvað í lífinu bara, hvað er það besta sem þú færð? Ég held að sé pulsa með öllu nema steiktum. Já, ok, þú ætlar að geta 10 núna, bráðlega. Já, það er bara hárrétt hjá þér. Þannig að þú færði í matinn, pulsa með öllu. Já, ég var líka að fara að segja, sko, bara svona, ljótt að segja þetta, sko, og meina ekkert illt með því. Nei. En það er svona, það er rosalega næs. Æ, þú veist, það er alltaf ekki að besta, nei. Hvað er það, svaraði? Nei, ég ætla að segja svona, þú veist, á fullorðins aldri og náttúrulega á 2 stelpur og þú veist, það er mikið læti heima og alltaf stemning. Þá finnst mér alveg næs að svona, heyrðu, við ætlum að skreppa eins og þannig að besta sem hún færður að vera einn heima? Já, kannski bara í svona 3-4 tíma. Okkur setur það ekki í staðin fyrir þitt? Get hort á sjónvarpi og panta með pulsu. Þið finnst það ekkit, já, við erum einn heima alltaf, sko. Nei, það er, þú veist, mér finnst samt pulsa með öllunum að steiktum betri, sko. Ok, en finnst þið pulsa með öllunum að steiktum betri en kynlíf? Þetta er bara erfið spurning. Já. Nei, ég veit það, þú veist, ég meina hittir náttúrulega betra skilur, mennar. Já, þetta er bara gamla góða, þú veist, borða eða ég veit það ekki. Hvað er það spurning? Er þetta gamla góða, borða eða ríða? Það er eitthvað gömul góð spurning. Já, þú veist hvernig gömul sitcom spurning. Er það? Ég held það. En ég ætla að segja hérna, þú ræður. Nei, pulsan öllu, já. Og nema steiktum. Já. Hvað er erfiðast það svona gerir? Það er að fara að sofa. Ég bara þolið ekki. Ég bara Þetta getur það verið erfiðast það þú gerir. Mér finnst það bara alveg sæðilegt maður. Í alveg? Já. Akkur skiptu ekki aðeins heimil og þú ert það bara með matta á nótinni? Nei, þú veist þú vilt vera að gera eitthvað sem er skemmtilegt. Ég er að díla það saman þú á nótinni, sko. En málega er að, þú veist, ég bara mér dreymir ekki neitt. Ég vakna yfirleitt þreyttari en ég var áður ég fór að sofa og ég fæ ekkert út úr svefni. Bæni. Þannig að mér finnst það leðilur. Óþarfi bara. Þá er það já eða nei spurningi. Með 2 þannig svona 50-50 já eða nei. Þannig að getur það smá spenna á eftir í keppninni sjálfri. Já. Hefur fermingarbróðin brugðist þér í beb? Hefur einhvern tímann ekki náð honum upp? Nenni ekki þessu kjaftaði. Reyna sigur húða spurningunni. Já, það held ég nú. Þannig að það hefur gest að þú nærði honum ekki upp? Já, þú veist, ég skilur þú veist, svona, kannski, flagga í hálfa. Já, flokkar það sem. Þannig að þetta er já? Nei, þetta er nei, held ég. Eða ekki? Þannig að hann hefur aldrei brugðist þér?
Jú, hann hefur Já, það er þá já Já, ég hvað sagði okkur þetta að fara svona Ég sagði já, ég meina þú veist, skilur, já þú veist, hann hefur svona, hann hefur skilur, brugðist mér aðeins Já Það er basically að smýra að spurja Já, það er svona Er það tengt áfengi og einhverju það? Já, það hefur bara verið þannig sko Já. Kannski erum við frúin að koma seint heim Edru ertu blíharður Og ég bara, hæstu þessu Alltaf að fara með þetta Já, síðast það Hefur þið stólið einhverju sem fullorðinn maður? Já, ég myndir að halda það Ég hef ekki stólið bara, þú veist, ég hef ekki farið bara út í krónu og stólið einhverju Og þú er ekki rænt barni heldur Nei, þú veist, ég er að segja, skilur, ég hef ekki sett bara nammi í hettuna og skokkað út Nei, en hefur þið stólið einhverju? Já, örglega, þú veist, þá skilur, eins og ég var að taka núna orkudrykk í ískapnum frammi Já, hann er í boði hérna Já, ok Ég var, þú veist, ég hef örglega einhvern tíma verið, þú veist bara hvað er þetta, skrúa eða eitthvað, ég tek hana bara með mér heim ég vantar örglega svona skrúa Ég get ekki flokkað það sem þjótt Nei, þú veist, ég er að hugsa, sko Þetta er nei þá hefur Hvernig verður maður fullorinn? 20 Ég meina, þú veist, ég var úlingur Þú veist, ég var vandraúlingur Já, ég er ekki að tala um úlingur og var með vesen Já Stela einhverju, ég veit það ekki Ég er Þá segir bara nei En þú veist, ég skilur, ég er ekki með neina svona allavega skýra minningu að ég hef bara farið inn í búð og stólu Ég myndi ekki gera það, það er bara staðfist En ég pottið stólið einhverju, skilur Hvað, það segja já? Þú veist, já, ég hef pottið Ég flokka ekki skrúu sem þjóttna Nei, ég veit það, en þú veist, ég hlýta að hafa stólið einhverju Ok Það er bara En þú getur sagt, þú manst það ekki? Nei, ég manna Þá skrifaði nei Okay. Sveppi Það kemur hann Já, miklu sneggur en þú Já, miklu sneggur en þú Og hvað þýðir það? Það er komið heitt stig Betri manneskja? Nei, ég bara allir að gera eitthvað og allir feski Það er ekki bara allir að Þið gera byrjuð á sama stað Ég get ekki gert SOS Þið get báður S SOS SOS Ég er að gera hérna Æði í ennin á auðvitað Við erum flugfélagi SAS Wow, SAS Já, SAS, þeir eru að hlusta á SAS Eða útastátturinn S Það sé ekki svona besta að hann útskýr ekki Það er rosalega Ég fann þetta Ég spurði Steinda hvað er besta sem hún færð og hvað heldur hann að svara? Kentucky. Nei, það var pulsanöllunum að hráum. Þú átt að Nei, vita öllum að þetta. steiktum. Ég veit þetta. Ég veit að þú veist þetta. En Kenny er þarna uppi maður, top 3. Segist geta getið 10. Já, herru, við ætlum að fara Hann ætlar að að gera það í næstu keppni, með næstu viku. Hvað er það besta sem að Sveppi fær? Það er pulsa. Nei, Ha? það er rauðvin. Hvorum komið stig? Við erum samt. Já, við erum Svona að pulsukallar. Við erum að klóra í hvern annan. Já, við Við erum. pulsukallar, En hafið þið fengið eitthvað puls og rauðvin? Nei, Steikblanda. Já, það, nei, Þarf ekki ekki að svona, vera nei, það ekki steik. svona í fljótu bræði, sko. Nei. Herru, sko, ég er farin að gera, Sveppi, þegar þú sagði mér að þú varir, sko, alltaf þú grillar mat, þá grillar eina pullu og borðar á með og grillar, Já. mjög gott. Ég kem stundu við hérna í Laugardalum og fæ mér eina á leiðinni heim eftir eina. þátt. Já, bara á leiðinni heim í kvöldmat. Já, bara smá svindl. Love En ég er farin að gera nýtt, þegar ég fæ mér pulsur heima, síðar, í potti að grilla. Þá er ég farin að borða, hérna, þá nota ég rauðlauk. Ég nota alltaf rauðlauk. Já, mér finnst það mikið betri. Sammála. Og ég fæ mig svolítið af honum. Ég er farin að borða bara beint. Bara beint, já, grípa hann upp og Já, henda á honum í góð. meðan ég síð pulsur, þá borða ég lauk. Já, já. Svo er þetta passa eitt. Skemmtileg saga, við þurfum að halda áfram í keppninni. keppninni Þetta passa eitt, Já. að þegar þú ert að sjóða pulsur, Já. þá máttu ekki láta þær springa í pottinu. Nei, ekki. það er Þá ógirnilegt. ertu búin, þá er að farið. Já. En þegar þú ert að grilla pulsur, Já. þá mega þær springa. Já, já, já. Ekki þú ert að sjóða þær. Nei. Þú þarft ekki eins og að sjóða þær. Nei. Þú þarft bara að hita þær. Ertu eitthvað að uppa þér? Það finnst þið töff að segja uppa. Nei. Þú sagði þetta svona 15 sem í síðasta blökasti. Já. Akkur segir ekki bara, erstu að setja þér í örbylgjöfn? Hefur aldrei fengið einn uppa? Eitt frá Soma? Herru, ég spurði Sveppa hvað er það erfiðasta sem hún gerir, hverju svarar hann? Það er að vera innan aumingjaskap. Það sést vera, ég ætla að flokka þetta líka sem eitthvað svona hlusta á væl og töð og hann nennir ekki aumingjaskap. Nei, það er að skúra. Tjóðveld er í kaldum maður. Já, en þetta er samt alveg rétt hjá honum. Já, Hann hefur þetta er allt voru rétt hjá okkur, samt er engin með stig. Sko, ég veit nefnilega að Sveppi hefur 0 tolerans fyrir ykkur og svoleiði, sko. Nei, það er alveg rétt. Sveppi, hvað er erfiðasta sem Steindi gerir? Erfiðast að Steindi gerir er að fara í sturtu. Hún finnst það leiðilegt.
Og ég bara þetta hljóma illa. Það heldur ógæst. Þetta hljóma eins og ég væri ekkert að þrífa mig. Ég veit að þú ferðist þessu. Já, en veistu hvað? Það erfitt. Nei, en top 3 samt, það ekki rétt hjá þér. En top 3 erfast finnst mér leiðilegast að gera. Það þurrkar. Já, ég þólaði ekki sko. Nei, rétt svar var að fara að sofa. Það erfast það sem að gera, svona fyrir svo leiðilegt. Ég þarna oft eins og hundur. Þá bara, ég svona bind hangla utan að mig og svo bara ég svona á ferðinni. Þegar Nei, bara þú veist, ég þarna oft bara svona. Já, bara eldræðing. Já, ertu að láta bleituna fara allt hús? Nei, þú veist, ég gróf þurrka mér. Svo ég bara svona airdrying. Já, airdrying mig sko. Já, þá var það næsta hljótið að fá punkt hérna, fjandinn hefða. Ég byrja á þér, Sveppi. Hefur Steindi einhvern veginn ekki náðum upp? Já. Það rétt. Svo það komið stig. Wow. Steindi, saman spurninga á Sveppa. Já, ég held að hafi nú bara allir lent í. Og það rétt. Wow. Það 1-1. Stefnir í jættibli. Ég spyr Nú saman þetta gerist. Sáttu við jættibli. Báður á saman tíma. Bara við tveir. Þú snáðun. Hefur Sveppi stólið sem fullorðin maður, Steinþór? Ég ætla að segja já þarna. Það rétt. Og hann taldi upp held ég einhverja 15 hluti. Við þurfum að stoppa aðeins. Stólið, við og hlustundur erum allir búin að heyra. Það keila og eitthvað sprey á veitingastað og vesti Ég skil, ok, ég var Nei, ég ætla ekki að segja það. Hefur Steindi stólið sem fullorðin maður? Já. Hann sagði nei. Nei, ég sagði eiginlega ekki nei. Þú sagði nei. Hefur ekki stólið? Hann gæti ekki talið upp. Ég hef stólið. En ég bara, ég hugsaði, hef ég farið inn bara í krónun og stólið? Það hef ég ekki gert. Nei. En svo fór ég, Leo hann sagði núna keila og eitthvað svona. Ég stóli fullt að drasli sko. Ok, þá var það já, jættibli. Ég stóli alveg bara, ég get ekki talið svona drasli sem ég skilur bara. Nefndi 3 hluti. Ég bara keila. Ég stóli keilu. Ég í keiluvinna félagi sko. Umferðarkeilu félagi. Við erum að tökum keilu sko. Þið ræðið þetta bara eitthvað Ég stóli keilu. Og svo það við vorum að Steindi fekk annan séns í að láta skellast þig. Heyrðu það ég leti smá. Þetta Egil sem verður væntanlega mættur hér næsta föstudag. Jónugurinn lagið til BOOM. En við ætlum núna að fara í klefa. Þið sem heyrðu klefan hér fyrir þættunum, þá kepptu Steindi og Sveppi að láta skella á sig. Steindi var pirraður, vildi meina heimtaði annað símtal. Já. Og sko við þurfum eiginlega bara að spila hvað gerist í dag. Því að ég ætla ekki að segja neitt. Við getum ekki útskýrt þetta. Við þurfum að spila þetta. Ég ætla bara að setja á Steindi heimtaði annað símtal og varðað ósk sinni. Við skulum heyra hvernig þetta gekk allt saman. Smábaldneitt og ferðan á séns. Sveppar í 50 sekundur. Við nennum ekki að lusta vælið þér. Ég ætla að toppa það. Já, toppa. Hvert það ringja? Ég ætla ekki að vera neitt dónalur. Nei. Þannig að hvert vil það ringja? Bara skiptir ekki máli. Já, segðu eitthvað. Bara önnur blómabóð. Nei, bara mannesku. Nei, það verður að vera eitthvað. Verður að vera verslun? Já, bara við erum að vinna með blómabú. Já, blómabú. Skiptir ekki öllu. Skiptir ekki máli. Just bring them. Ok. Mótel, góðan dag. Já, góðan dag. Hver þetta með leyfi? Hlín heiti ég. Sæl Hlín. Heyrðu, þetta Árni hérna sem bý í göttunum við hliðnar. Og ég í smá vesenni. Mætti ég millifæra á þig 8 milljónir þangað eftir. Bara geima þér hjá þér inn á þínu reikning. Hvað bull er þetta? Já, þetta ekkert bull og þetta verður að vera mjög stutt hjá mér. Þannig að ég ætlaði bara að rétta. Býtu, hver þetta? Árni heiti ég. Bara ég hendi inn á því 8 milljónum og ég fæði það tilbaka bara kl. 5. Þú millifæri tilbaka. Þetta bara með að vera að skoða mín mál. Ég veit ekki eins og hvað það er. Nei, getur þú gert það fyrir mig? Gerðu það. Jesús. Hlín mín, núna hver sekundar telur, Hlín, er það ekki? Ég meina, af hverju? Gerðu það bara fyrir mig. Ha? Fæ ég ekki að hendi inn á þig? Hendi inn á þig nokkru milljónum bara þangla eftir 2-3 tíma. Hlín. Ég verð að skella á þetta bara. Akkur er langt við tíma, þetta bara óþægilegt. Þetta ekkert óþægilegt. Akkur fór hún á fund, ekki skella, býtu, hún skella. Þetta voru jafn langt að svíðast. Nei. Hvernig getur þú verið svona lélur? Þetta fór hún á fund. Ég ætla að taka eitt inn. Hún fór á fund. Hvernig getur þú verið svona lélur? Hún ákvaði að fara á fund í miður símtali. Án gríns, Steinþór, má ég segja þetta. Ég ætla þetta að vera solid. Hver vill fá símtal sem hljóma svona? Það skella allir á. Ég þarf að æfa mig sem dagskóli, ég skildi ekki. Sjafnablóm, góðan dag. Ég Sjafnablóm, þetta er bara vesileg blóm og kaktus og eitthvað sjálf, þessi ekki. Það er ekki svo vilt gera. Sjafnablóm. Góðan dag. Góðan daginn. Er þetta aðstofa þig? Nei. Allt í fína. Það hélt ég. Takk fyrir. Já, takk. Bless.
Hei, þú kvattir? Þetta voru 24 sekundur. Það má ekki kveðja. Hún kvatt á undan, þetta voru 24 sekundur. Býttu sveppi á sig að mætti ekki kveðja. Bæði símtölu þín voru 2 mínútur. Ok. Herru, nei, þú var ekki verið semst að þetta er búið. Eitt í viðbót. Glemdu hugmyndinu. Þú fær aldrei að keppa í þessu. Maður segir, eitt í viðbót núna. Nei, þú færði ekki fleiri. Býttu. Ekki séns. Nei, ég ætla bara að segja eitt. Þú voru að hlusta á tilbúið. Ég til að setja pening á það að ég verði undir mínútu. Undir mínútu? Undir halva mínútu. Ég var 25 sekundur. Undir 30 sekundum. Ok, hvað fáum við sveppið og nærið ekki? Þið fáið 1000 kallar mann. Og þið látið mig fá 1000 kall. 1000 kall? Hvað vil ég betta på? Alla á 5.000 kall. 5.000 kall. Ég ætla ekki að láta þig hafa neitt. Nei, ég fæ bara frá þér. Nei, ef þú ert undir 30 sekundum, hvað skoðum að veðmáli það? Þá ert að borga okkur sveppað 5.000, annars verði ekki að taka þetta símtal. Þú ert að fá að borga fyrir að taka þetta símtala, því að við sem stjórnandi þáttarins erum að banna þér það. Já, af því að þú ert búin að tapa, þú heldur alltaf áfram, þú ert bara eins og í kasínói. Þú gefst ekki upp. 5.000 kall á ykkur báða ef ég er undir 40 sekundum. 30? 40? Þú ert alltaf að hækka þetta. Hver er skipt? Ok, 40. Nei, 30. Ok. Ég er ekki með þetta á mér. Nei, hún vilja færi bara eftir. Og hvað er það, blómabúð? Nei, ég verður bara til að ringja bara einhvert. Ok. Er það flókið? Nei. Og hvað, þarftu ekki svona að vita nafnið? Nei, ok. Alveg sama. Ok. Ég geti þetta sko. Hálfsegunda, nei hálfmynda. Já. Ég ætla að taka tíman sjálfur. Halló. Já, góðan daginn, hver er það með lifi? Ég heiti Ari. Ari, blessaður, Þorsteinn hérna og ég er í tómu tjóni núna, ég er í mjög mikill neyslu, búin að vera vakandi í ykkur 4-5 daga og ég ætla að fara að mála húsið í ykkur ógíslegu lit núna. Og hvað er þetta? Það er bara, ég ætla að gera víst. Já. 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 Nákvæmlega sem ég vil gera. Já. Já. Ari, það er bara hannig. Það er ekki góður. Jú, það er bara flottur, ég ætla að gera þetta núna, ég ætla að fara að gera ykkur viðbjóð. Mála allt og bara alveg rústa stigagang algjörlega, sparki allt og stípla allt og eitthvað. Það er bara til að í mínu vegna. Ok. Já. Góðu bara. Jú, það er allt í góðu. Hvað er þetta maður? Já, ég er alveg korkjaði ykkur þetta maður, bara ég er tómurugli. Ég er alveg að klíkast bara. Já, ok. Já, bye. Hvað er að fólki? Hvað er að fólki? Þú ert að segja, ok, það er að skella á. Já, þú mátt ekki segja, ok, þú ert basically að segja bye. Já, þú veist, af hverju er ekki skellt á? Herru, ég er að fara að senda reikningsupplýsingar 5.000 kall, það sem var léttur. Já, þetta er... Steppi, hvað er að gera 5.000 kall sem steindi í hambúrgaðir? Ég ætla að kaupa mér kaffi. Þetta var, já, seinna skelltum mig, steindi fekk, já, allt og marga sensa, nei, glemdu. Nei, ég ætla ekki að ringja hana. Þetta er búið. Ég vil ekki ringja hana. Ég veit það, þetta er búið. En málega er að ef einhverjum til ringi þig og segir bara, heyrðu, ég er nefnilega alveg rugglaður á vökunum, maður, ég ætla að mála húsi og skemma allt þetta og ætla bara alveg, bara, þú veist, ég er sturlast þetta. Myndur ekki vera bara, skella bara beint á. Ég veit ekki, greinilega ekki. Værið bara, já, þú meinar, hvað er eiginlega ángrað? Þetta gengur bara ekki. Þetta gengur ekki. Ekkert alveg pyrraðist. Þetta var 10 skalla á þessu. Þetta er rosalegt. The Weeknd með Take My Breath og Steindi, þú ert 10.000 krónum fátækur. Þú ert eftir að ekki inn á okkur. Jú. Maður senda reikningsupplýsingar. Já, eða bara við förum einhvert og ég kaupa andur ykkur bjóra. Já, eða það. Nei, ég bara þetta sé alveg niður nelt. Já, það vil ég líka. Vilt þú fá þetta inn að sveppi frekar heldur en að... Mér er sama hvernig að borga mér þetta. Ég vil bara fá þetta að borga. En veitu hvað mér langar? Mér langar mest að gera double or nothing. Double or nothing? Já, að ég reyni að... En þú veist að ég er aldrei að fara að borga þér pening. Nei, ég er að tala um að ég hafi séns til að sleppa því að þurfa að borga ykkur pening. Að ég fái eitt skuldur hann 20 og annarkvort skuldar okkur 10 skallamann Sigur 10 skallin eða ég slepp og ég veit, ég komi núna ég veit núna, ég kom með trikk það sem ég get látið skella á mig á svona 7-8 sekundum. Geifur það án þess að vera dónalögu mér þetta er bara svona skilur, ég er með geggjaði hugmynd. Ég ætla að sjá til hvort ég taki þessu hérna tilbúið því að mér finnst eitthvað heillandi við að fá pening frá það fyrir hvað slélur í dagskrálið í þættinu. Já, það er bara Svo líka búið að benda mér á það á Instagram, hlustendur okkar alltaf með er alltaf á tannum að þú stalst gulrót
gulrótaköku daginn á hótelið þannig. Já, ég veit að oft stólin. Ég veit að en máli sko gulrótakakan sem við tókum ég segi við, sko. Já, ég borgaði fyrir það sem ég tók. Já, nei, ég held nefnilega að þú hefði borgað bara fyrir okkur báða. Já, ég vissi ekki að þú myndi fara aftur eftir að ég var fann að sofa. Hvernig átti ég að borga það sem ég veit ekki af? Ég fekk mér 2 sneiðar. Já, eftir að ég var farin. Ég held að Steindi líti ekki á það sem þjófna þegar hann næli sér í mat, sko. Nei, veistu hvað? Svo það líka þannig. Þú segir maður sér kaka á borði. Þú varst ekki að fæða fjölskyldu í neyð, sko. Nei, þú varst blind fullur að geta köku. Já, ég veit það. En málið að þú sér köku. Þar varstu fullur að geta köku. Það var þegar við vorum að skemmta. Já, við sögðum frá þessum daginn og það er einhverju tala. En málið það, sko. Ég get alveg sagt þér ef ég sé köku einhvers staðar þá fæður hann sneið, sko. Já, ekki ef hún kostar á hóteli. Nei, ég veit ekki. Þá náttúrulega setur maður bara monni í sem ég gerði, þú vistir ekki eins og aðið fyrir við vorum komin í bílinn. Jú, þú sagði ég greiddi fyrir kökuna. Já, í bílnum. Þú varst ekki að fara að stega. Nei, ég var búin að gleyma því þá líka. Allt er rugl. Herru, voðalega er þetta Drullleifur Juniorinn tíminn? Er hann hafinn? En við erum að fara í dagsfjörlið sem heitir Hvoregar og Steindi stjórnar honum hérna í dag. Ég er með þetta og Nú, ok, ég held að auðvitað stjórna honum. Já, nú er komin tími. Ég stjórna honum í blökkastinu. Við erum að fara að lána hann. Nú er líka bara komin tími til að róa þetta eins niður. Já, tóna þetta. Já, áttu ekki eitthvað hugljóft lag undir? Viltu lag undir? Já, það var alveg gaman, sko. Þetta er bara svona, ég ætla að spjalla við ykkur. Í Hvoregar, sko drengir, ég er með 3 svona spurningar til ykkar. Sett sem að bara Rolling Stones. Og þetta er bara gamla góða, við þurfum að vera svolítið heiðilegir í þessu. Og ég ætla bara að byrja þetta. Já, gott á, stónsundir. Herru, Hvoregar er romantískari því að nú er svona sérstakur dagur að bóndadagur og styttist í konudaginn. Hvoregar er svona romantískari. Ég held að þetta sé áratöfulega við. Ég er sko Hlustendur. Ég held að þetta sé bara spurning hvor okkar er skárri eða ekki. Jú, mögulega sko. Þú er ekki romantíski með hann. Ég held að ég sé romantískari. Heldur það? Já. Og ertu með eitthvað bak við það eða bara það er bara nóg og segja bara ég held það. Hvað gerir þið romantískari með? Hvað snýst þessi dagskóliður? Að svara? Var ég ekki að því? Hann sagði sjálf á sig, sko. Hann nefndi sig. Ertu það sann seppið það? Þú veist, ertu að koma frúna óvart og ertu að koma, kemur óvart á til það? Sko, rómantík felst ekki endilega bara í því að koma fólki á óvart. Nei. Rómantík felst í því jafnvel að búa rúmið. Ég veit það. Rómantík felst í því að linnsjóða egg á morgnana fyrir konuna og henda því í byggar servéttu og eina teskeið og smá maldonsalt. Nú ert að kýla mig í síðuna með egginu. Sveppir romantískari. Það er svona litla það er romantíst að koma konunni þannig á óvart að þú ert búin að þrýfa allt sem var óhreint í óhreinatauinu. Basically er það ekki, nei sko þetta er samt ekki, þetta myndi kona mín ekki flokka sem romantík. Þetta er bara eitthvað sem átt að gera eins og hún. Já, ég dreif tilbaka. Já, allt sem þú sagðir. Nei, ekki allt sem ég sagði. Ekki ekkið. Ef ég myndi búin, þá myndi Rakel ekki segja vákvað þetta romantískur, þó ég sé alltaf latur við það. Hún myndi ekki segja, þú ert svo romantískur, þú ert búin að búa brunni fyrir okkur. Það er romantík að taka á skari og gera eitthvað sem þú ert ekki vanur að gera. Já, ekki þegar þú ert haugur og átt að vera að gera þetta. Já, ok, ég dreif það tilbaka með þvottavél. Ekki allt. Ekki Ég held ekki, sko. Ok, þannig að Sveppi romantískan ég því að hann tekur sér til að vera linsjóða egg fyrir konunum sinna mannana. Eitt stykki. Helviti er það sterkt stig hérna hjá honum. Aldrei tvö. Nei, ég er ekki sérstaklega romantísku maður. Nei, ekki heldur. Ég er ekki mikið að Jú, ég kem alveg konum minni stundum á óvart eitthvað af og til tralala, sko. En svo finnst mér skemmtilega að láta koma mér á óvart. Hún vill ekkert endilega að láta koma sér á óvart. Nei, það ég get ekki sagt bara, herrast mín, settu tannbusta í tösku, við erum á leiðin til London. Þá var hann bara, nei, við komumst ekki. Ég var búin að plana annað. Já, og ég vil pakka í töskuna kannski og ég vil vita af þessu. Já. Ég kom konum minni á óvart og ég held bara ammaliðinar 35 ára ammaliðinar og voru búin að leigja sal og bauð öllum vinum hennar og eitthvað, það er romantík. Já, þú er bara svona, já. Hún vissi ekki að því? Nei, það er romantíst, og líka eins og með, sko, eins og með eggið, ég er átt að alltaf fyrir því, eggið? Nei, ég er átt að hvað er romantík eða annað? Ég skal linsjóða egg fyrir Rakel og morgun, þú ég kunni það ekki, ég skal bara nei, ég var einmitt að fara kannt ekki að linsjóða egg, voru fucking idiot. Ég var einmitt að fara að setja spurningamarki á eggið, en samt síðan hugsa ég eggið, þá er það romantíst. Geðu sem betur bara ég er ekkert að ég kasta þessu bara til kosmosi, við erum bara að spjalla saman hérna. Ég er ekki romantísku maður. Ég held þessi jættubli. Enginn af okkur er það sem er sorglegt. Ég er alveg með ykkur liði. Ég er bara fyrir utan kannski ekki þá
Erum við svipaðir í þessu? Ok, ég alveg Sveppi má fá þetta ef hann vill þetta. Já, vill þetta Sveppi það? Nei, ekki endilega. Einhver þarf að taka þetta. Læsta spjóðstík. Nei, ég til að taka 50% auðvitað 50. Við skiptum þessu bara tvenn. Við erum mjög Við eigum okkar svipaðir í stundir. þessu. Hann ekki að sjóða egg og gera þetta allt sem þú veist að Nei, en það sem ég er að gera er eitthvað sem ég á að gera. Það má ekki kalla rómantíka þrýfa þvott. Það er bara eitthvað sem að þarf að gera. Það er alveg rétt. Þú þarft ekki að sjóða egg allan daginn. Nei. Það er bara spes. Ammælissaga mín kom sterkast inn. Já, þetta er bara jættumli. Já, 50-50. Mér finnst það bara fair and square. Hvor ykkar vælir meira, drengir? Hvor ykkar vælir meira og tuða meira yfir hlutum? Öddi. Þetta var léttið það? Já, ég held ég að taka það. Ég hef ekki heyrt mössan væla. Nei, jú sko Sveppi væli samt eiginlega jafn mikið og ég. Nei. Af því hann væli svo mikið yfir hvað ég væli. Þannig að alltaf því ég væli, þá vælir hann. Nei. Bara djúvöld vælir. Svo hann byrjar að væla meira en ég. Já, en ég er ekki að væla yfir neinu sérstök. Þú ert að væli við vælinni mér. Já, en ég er ekki að væli við einhverju bara shit hvað ég svaf illa eða shit hvað bíllinn óþægilegur eða shit hvað vont veður Ég eða valdi shit hvað bíllinn óþægilega kallt djöðlega kallt. Ég væli mest þegar ég er svangur. Nei, og væli líka þegar ég er kallt. Já, þeir eru svolítið kallt. Þú veist, ef það er vont veður þá er hann bara shit hvað er kallt maður stendur úti og maður veit að maður er að fara inn í heitan bíl. Slakaðu bara á, við erum að fara inn í bíl sko. Já, shit hvað er kallt. Þá get ég alveg sagt bara fucking væli í þig maður. Já, þú byrjar að væla jafn mikið. Já, en ég er bara að væla, ég er ekki að væli. Ég er bara að segja hann að hætta að væla. Já. Akkur er svona kallt alltaf? Því að búum á Íslandi. Illa klæddur? Nei, ég er í úlpu. Já, ég er sko en ég er líka að spá í einu sko með eins og með þið Sveppi. Þú sko Ég töða pottet meira, ég veit ekki hvort ég væli meira. En ég hef aldrei heyrt þið verið eitthvað svona maður, allt maður, bíllinn og eitthvað svona þú ert ekkert af því? Nei, það hefur svo lítið upp á sig sko. Það eru líka bara allir í þessu. Þú veist að þú hittir einhvern annan hann var líka bara, bíllinn hans var að bíla. Sveppi baktala meira en ég. Já, það er svona Það er spurningarna höfður. Nei En er það ekki samt svona stemningsbaktal bara? Þú veist Ég er ekkert alltaf. Nei, en ég má eiga það að ég baktala mína nánustu. Já Bara sem þið ekki væntum. Já, ég baktala bara fólk sem ég meina það er bara partur af að vera í samfélagi mannanna. Það er að baktala. Já, en svo er líka bara Líka væla. En getur maður ekki, ef þú ert að baktala eitthvað svona, getur ekki sagt nánast allt við einhvern? Fattar þú? Ef þú ert að segja hann er oft svo mikið fáið þessi gæi. Gætur ekki alveg sagt við hann líka, þú ert svo mikið fáið oft. Jú. Þetta er, skilur, þú ert ekki að segja bara Ég gerir það sko. Ég hata þennan nága, þú ert ekki þarna. Nei. Ég töða á væli meira. Grínbaktal. Herru, já. Það bæði því. Hvor er snirtilegri? Við endum á því. Það er ég. Já, Handlétt. Af hverju? Sem dæmi, ég safna ekki hlandi sko. Já, vá, þótt ég hef gert það 96. Það var ekki ennþá að Ég er snirð. Allar ekki að Jú, ég er sammálaðir í grunninn. En eru við ekki bara eins og við séum í hérna kontrapunkti? Við ekki aðeins að diskutera þetta? Eru ekki báðir, þeir eru báðir í hreinu fötum? Já, ég er ekkert að segja að Sveppi sé ósnirstilegur. Nei. Ég er hreinn, til dæmis núna. Farið eru glassi. Það er breytt maður sem þólur ekki að fara í störtu, það er stendi. Það sagði ég aldrei. Já, það er leiðilegt að þurrka sér. Ég sagði leiðilegt að þurrka mér. En það er ekki, þetta snýst ekki það núna. Ég er að segja sko, málega þið tveir, þið farið jafn oft í störtu, til dæmis, myndi ég gíska á. Já, þú veist, þegar þú spyrð bara hvað er snirtilegri, þá myndi ég halda að svari væri ég. Ég er ekkert að segja að Sveppi sé ósnirtilegur. Ég líka hugsa bara svona myndið borða langklukku í bílnum og svona rusl. Sem dæmi, ég myndi ekki mæta með samloku í bílun að Sveppa, reykjandi og prumpandi eins og hann hefur gert í mínum bíl. Þú gafst hann að regla að hann mætti ekki reka við í bílunum? Já, ég sett hann í bann í gamla bílunum mínum, hann mátti ekki mæti henni 3 vikur. Það er svakalegt. Besta bann sem ég lendi í. Fyrstu 3 vikna bann? Já, ég veit ekki, ég fæði bara bann. Hann lyfti upp, hann var eins og hann var að reyna að skíti í bílun minn. Nei. Það er ekki snirtimennska, sem dæmi. Ég prumpa aldrei framan ykkur. En þetta hefur verið stemningsprump af því hann Já, hún varst að stemning, þú var bara 2 þarna. Fyrir hvern var stemmingin, ef út í það er farið? Ég hef ekki gaman að þessu. Nei, ég vissi það ekkert. Vissur það? Sko, það er stemmingin. Já, fyrir þig. Nei, það er stemmingin að gera eitthvað svona og þú bara, þetta er rugglega, þetta er prumpi bílinn. Ok, en finnst þið snirtilegt að koma inn í heitan bíl, lifta raskinn og reka við? Finnst það snirtilegt? Finnst þið snirtilegt að geima inn í líkamannu þínum kúkaprump í 2 mínútur? Ég held ég þarf ekki. Ég vil alltaf losa mig við allt ógeðslegt og líkamann. Ég get alveg staðfestir, ég setti í bann í bílnum. Þú þurftur ekki að prumpa. Þú varst að heppir að skíti ekki í þig. Þú reyndir það ekki á þig. Núna þarf ég ekki að prumpa. Ég veit nokkað sem að lendi því sko. Já. En núna þarf ég ekki að prumpa. Ég gæti samt ekki prumpa sko.
Já, ok, þú Ég kannski þurfti að prumpa og þú ég fannst gerði þetta það bara. smá og þrýstið út Auðvitað snirtilega en ég Já, en það má ekki glemma að stemningsviðrekstrar eru svona að þú ert búin að vera svolítið fyndin þú ert kannski búin að segja 2-3 brandar í röð svo finnur að þú getur Prumpa. þá neglur upp löppin og svona Hefðu þið Pétur verið aftur í þá er ég alveg til að kaupa það að þetta verið stemming Þið hefðu hlegið og haft gaman að þessu hvað skeist í bíluna Við vorum 2 Já, þú veist, þetta er bara smá bingo borðið 7 stemning, sko Já, séðan ekki Nei. Þannig að, já, þetta er svona mín rök fyrir því að ég sé snirtilega Já, hann er mögulega snirtilega en ég Já, Ég er alveg saman, ekki þetta aðeins Hann er örgulega miklu, hann lyktar örgulega betur en ég já Hann er svona rakspýrakall Já Ertu ekki svona ylvaskall? Jú, þegar að ég man eftir því að setja á mig rakspýra þá setja á mig En rakspýra ertu ekki á hverju mótni á ylvatn? Nei, það er enga tími, það er ekki reggið maður Já, ég með þetta linsu og egg Svo bara beitt í vinnu 60 mínútur í potti og svo alltaf allt Svo eftir byggarinn og saltið og allt og gæta brjóta skurðina Þetta var morgar Já, romantískari það er Sveppi, Væli meira Já, 50-50. Snirtilega rauti, já 50-50, þú fórst Kemur ekki nýtt út úr þessu Sveið með það Smá Sveppi reyndar Já, ég sagði, hann er snirtilegur Já Þið er að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 Sveppi Krull er ekki mættur, hann er á leiðinni ætlar að vera með okkur einnig í klefa á eftirstendin Við ætlum að byrja breytt nánans Já Það er gamla góða leiðilega sögur Já Og Með tengingu, with a twist Já, af því það er bóndudagurinn Já, við erum að koma bóndudagurinn minn í þetta Já, og já, þetta hlustendur ættu að vera fannir að þekkja hana dagskalið Maður á bara að segja drefleðilega sögu og láta eins og þú þekkir viðkomandi Já Vilt þú byrja þetta í dag? Já, ég skal skilja það Í stuði? Já, ég er í stuði Er Smári litlega að fara að mæta það? Að sjálfsögum mætir hann Og er það Ekki tala eins og hann samt, það er svo vond Nei, ég ætla ekki að kalla hann í síman Nei. Herru, hérna Þú ræður, viltu? Já, ég var til í konu Konu? Já. Ok, maður sé Hvað er nafnilega að vinna með? Kolbrún? Jú, flott Halló. Já Kolbrún Já, Sæl og blessu Æ, ég veist að ég ekki hætti að hlæja allar morgun Þetta er Finnur Snævar í það Þetta er Finnur Snævar Finnur Snævar. Já Og hérna, ég er ekki búin að hætta flissi yfir sig allar morgun út af henni Elsu minni Og veist nú Hvað segirðu? Ég sagði ég er ekki búin að hætta flissi allar morgun út af henni Elsu minni Elsu Ég heyri sveit leiðir. Nú, vittu nú við Heyrðu núna Finnur Snævar, hvað segirðu, borga mér, Ha, hvað er það að tala um? nei, Finnur Snævar þetta er Finnur Snævar Og maðurinn hennar Elsu Hvað segirðu? Maðurinn, já, maðurinn Elsu Býtu, hérna Er eitthvað slæmt samband? Er eitthvað slæmt skikni hjá þér? Þín megin? Já, út af Kanari. Já, ok, þess vegna Ertu nærða að hoppa út á svalir með síman? Já, ég er nú nýra strönd. Já Heyrðu, ég var að hringja í síðu Þetta er maðurinn Elsu, Finnur Snævar Hvaða Elsu? Elsu, já Mér varst bara svo fyndið eins og í morgun Það var því að það er bóndadagur Þá var svo gaman hvernig hún kom mér á óvart Ég var eiginlega að heyri þér Hún var búin að teikna svona pílu á svona hvítt blað og baði mig að elda pílurnar og ég fer hérna inn kringum stofuna og svona í kringum heimili skilru og það sem er svona stemni svona smá ratleikur í þessu Erst þú ekki að þringja ykkur að vitla til Kolbrún? Já, er þetta ekki Kolbrún? Já, þetta er sem maðurinn hennar Elsu og hún var þá búin að matreiða fyrir mig svona beglu með avokado og svona sem var beið mín sko við eldursporðið. Hvaðan er þessi Elsa? Já, og síðan var eini gallin í þessu þegar við erum í rauninni 2 bóndar á heimilinu því að Smári litli, hann skildi ekki því þess að hann fekk ekki neitt. Ég bara ekki, næðingu saman ekki. Nei, Smári litli minn sko hann getur oft verið svo rosalega lítið lísi með svona hluti. Hvað bull er þetta? Já, nei með Smára. Nei, að því að bara í rauninni bara getur verið lítið lísi með svona. Hann var að spyrja okkur, hann fekk ekki líka þá eitthvað eins og kannski snúð með karmelu eða glassúr eitthvað svona. Náttúrulega hann er mikið fyrir glassúrin sko. Ég hætti að tala við þig. Fyrirgefðu, þetta er Finnur. Halló, hvað er að gerast þetta? Ég veit það sjálfur. Hæ? Sko, hún var fullkomin. Hringdu aftur í hana. Halló. Sæl, kolla mín, það slitnaði eitthvað hjá mér. Þetta er Finnur Snævar aftur.
Maðurinn Elsu? Ég veit ekki hver finnur Snorri og hvað Elsa út að tala um. Já, þú ert ekki að kveikja á hvaða Elsa þetta er? Nei. Já, ég skil þig, en afsakið það slitnaði eitthvað held ég hjá mér. Og hver er Elsa? Hvað vannar hún? Heyrðu, Elsa, hún bjó náttúrulega við hliðina þér hérna í þessum gamla húsi var. Það var gamla hús. Í þessi... Hvað stað? Á hvað stað? Býtu, er þetta ekki Kolbrún eða? Já, Kolbrún Djúpavogi. Já, það passar, þetta er Finnusnævar sko, og Elsa. Já, ég er á Djúpavogi, þú heima á Djúpavogi? Já. Í hvað húsi? Og Snæva litli, hérna, Snæva minn, býta aðeins, pappi er í símanum. Býtu. Sorry, hann er hérna, leikur svolítið, hann er svo búin að... Í hvaða húsi bjóst á Djúpavogi? Í hvaða húsi bjóði á Djúpavoginum? Já, hvað hétt það? Ég bjó í næri í hverfinu fyrir beint ská á móti þarna, það sem þú varst, alltaf. Sem ég er alltaf, ská á móti, ég hef enginn á móti mér. Nei, ekki á móti þér. Heldur beint við hliðin á, þar. Já, svo leiðis. Já, býtu, erst þú... Það hétt húsið. Býtu, hvað erst þú í Djúpavoginum? Hæ? Já, ég Hamrónum hjá mér sko, hvar varst þú? Hamrar? Já. Hamrar númer, hvað varst þú? 7? Já, 7? Já, nei, það er ekki hliðin á mér. Nei, ég veit það. Ég er bara nágranni sko. Já, það er ekki hliðin á mér, 7. Nei. Ert þú ekki, þú ert í... Það er ekki teleinu sinna Djúpavogi. Nei, ert þú ekki 14? Já, betur hvað, ég bara skil ekki við hvernig ég er að tala, ég fá að vita. Já, þetta er sem sagt Finnusnævar, maðurinnar Elsu, sem er búin að vera með þér í öllu þessu, í sundnámskeiðinni, í sundfimminni og öllu þessu, sko. Sundleikminni með mér? Nei, ekki með þér, heldur með Biddi, sem þú þekki vel. Ég þekki ekki neina Bibbi, nú er ég hætt þessu. Nei, en sko, eitt sem ég ætla að segja við það, því að Smári litli, hann var hérna, fekk njálg líka. Anskotin sjálfum maður, ég átti njálgin alveg inni. Já, Tolerance Zero, já, Kolbrúni. Nó, vel í Söli, hvað heldur hún nefnið þessu? Nó, Kanaríma? Já, ég veit það, en hún óþarfa, hún gaf mér lestur af því að hún var ekki að kveikja á þessu. Á, ég reyna eitthvað að það. Sko saga, en hún var ekki það löðilega. Þetta var, hvað, beiglað með avokado? Já, og Smári, ég var ekki búin að koma Smári alveg inn í þetta, sko. Við verðum eiginlega að prófa að ringja annar fyrir mig, sko. Smári er aðals, hvað býr hún? Dreifbíli á Akureyri. Halló? Já, Kolbrún. Já. Sæl og blessuð, Finnusnævar hérna megin, maðurinn Elsu. Ég er nú búin að vera að flysja alla morgun yfir þessu. Herru, ekki, sko, já, ég get nú ekki eins og spurti, þið myndi aldrei gruna þetta, en veistu hvað Elsa gerði í morgun til að koma mér óvart að því að það er bóndadagur? Hvaða Elsu ert þú að tala? Ég er að tala um Elsu, okkar, bestu. Fyrir það? Er þetta ekki Kolbrún? Jú, en ég held að þetta sé einhver önnur Kolbrún heldur en þú ætlar að tala við. Nei, er þetta ekki Akureyri? Jú, hún vakti mig sett í morgun og þá var hún búin að gera svona pílur út um alla íbúð, búin að teikna þetta á svona hreint A4 blað sem vísaði svona hringin í kringum íbúðina sem endaði á mataborðinu þar sem að begla. Ég veit bara ekkert hvað fólk þú ert að tala. Hanna Elsu? Já, ég veit ekkert hver hún er. Jú, mamman Smára litla? Ég veit ekkert hver það er heldur. Hver? Ég bara kannast ekkert við þessu nöfn sem þú ert að tala sko. Smára litla? Nei. Hann er í skólanum þar sem að hún var að kenna. Sem að hver var að kenna? Já, sko aðalatrið er, ég ætlaði nú bara rétt að ringi til að svona, heyri ég þér, er ekki allir þessir? Ég veit bara ekki hvernig ég er að tala. Já, þetta er maðurinn Elsu, sem við erum foreldrar Smára litla. Og ég veit ekki hver það er. Jú, hann var nú sendur heim daginn með njálgin. Já, ég veit ekki það. Já, er þið ekki að kenna hann frá? Nei. Nei, ekki þú, heldur hún, Sigga? Ég veit ekki hver það er heldur. Já, ok. Ég ætlaði nú bara að segja það því að bóndadagur, sko, hann var svona, það var hugsað vel kallinni, ég ætlaði nú að láta þetta. Það er gott, þú njóttu þess. Já, takk fyrir það var hann að begla með avokado en síðan ætlaði ég nú að líka að láta þið svona koma inn á allavega hans Smári litli. Já, ég veit ekkert hann.
Nei, en honum Ég byrði bara að heilsa þessu fólki. Já, nei, eitt með hann, honum fast svo erfitt að sko að því hóðalega gengur þetta illa núna maður. Sveppi, viltu prófa þetta? Viltu segja leiðilega sögu? Já, Segja leiðilega sögu. Já, það var það pælingin? Já, það er pælingin. bara maður að segja eins leiðilega sögu og hægt sko og reyna að halda bara á línunni sko. Sveppurinn kominn inn í, sko, ég ætla að taka símtal en fyrst að sveppurinn mættu þá hendur við honum í djúpulauðina. Þetta er basically, ég gerði nafn og þú ætti að ringja og segja bara ógeðslega leiðilega sögu og þú helst að tengja hana við bóndadaginn. Ok, en þú mátt bulla hvað sem sko. Já, hún verður að vera leiðilega. Viltu karlmann eða konu? ég er alveg saman. Það er náttúrulega, ég veit ekki, konu kannski. Já, Kolbrún, höldum bara áfram. Hann skekkur í Keflavík eða eitthvað sko. Kolum landsins. Alltaf gott að hringja í Reykjanesi. Kolbrún, Suðurnesbæ. Kolbrún. Sæl, hæ, heyrðu. Þetta er hann Einar hérna, Gunnar Einar. Ég var búin að vera að ræða við hana Elsu. Hafið þið verið að lendi því að málingin er eitthvað að renna af húsunum ykkar? Upp á Hólavegi. Upp á Hólavegi? Ég byrði í Reykjavík. Já, þú ert í Reykjavík, já. Já. Já, þú ert ekki á Siglufirði? Nei. Nei, mitt, já, ég er nefnilega nýflutt hérna á Siglufjörð, sko. Já, ok. Já. Þannig að hérna, það var alveg bara það var svo mikill snjór og svo þegar snjórinn einhvern veginn, þegar hann fór að leysa upp þá var svona eins og að málningin hefði drappað af húsinu. Ok. Það er ekki lengt. Allavega, kannast ekki við það. Svolítið speð, sko. Maður fyrir að velta því fyrir sig hvað þeir eru að nota á þetta. Ákvæmlega. Og hérna, já, svo náttúrulega bóndadagurinn og við fórum í bakari. Já. Á að gera eitthvað. Hvað segirðu? Tilefni dagsins. Já. Já, að gera. Með bóndadaginn, sko. Já. Það var svona já, hvað að vekja og gera eitthvað. Já, að gera. Það er að gera, sko. Já. Svo er búið að vera svo lítil birta, sko, það er eins og þessi minni birta frá ljósastaurunum hérna, þú ert ekkert á Siglufirði? Nei, ég er ekkert á Siglufirði. Nei. Svo lítil birta sem kemur af ljósastaurunum í svona mesta skammdeginu. Já, er það? Já. Ok. Ég hef ekkert lent í því. Nei. Þú er ekkert bara kannski skiptum fyrir eitthvað. Já, það er náttúrulega bærin sem á að gera það. Já. En herru, allan að taka að ringja þátti. Nú? Það var skellur. Anskotin sjálfur Við erum aðeins að fíbla strákarnir. Já, þess að bulla. Erum við afsakað að hóna? Já. Heyrðu, ég fekk eina hugmynd þarna. Það var hræðilegt. Þú varst alveg tómur. Það er ógeðslega fyndið að tala um að málingin sem búin að leika húsinu. Svo aður farið í bakarið. Málingin var svona hálfpartinn að leika þar, sko. Herðu, þetta var leiðilega sögur og svo fórst þetta bíl og því að þessu lakki væri svolítið að hrinsa leiðilegasta sagan kom eiginlega bara í lokin hjá og Steinda. Það er okkur. Engin máling sem helst á. Er það ekki eitthvað sýnt? Harriet, Slippfélagið, Túborg og Keilöðlin sem færi ykkur F95 blöð og já, drengi, það er bara nánast komið að lokum hérna hjá okkur. Þú veit, það er búin að fljóta liða. Það er rosalegt. Klukkan er bara 5:05. Já, slökum á þessu og förum. Já, hvernig við endum að spyrja út í helgina, hvernig helgina er á svefnum? Joggið með helgin er góð, sko. Ég er að fara rosalegt mission á morgun, sko. Matabóði kvöldu ekki? Og slíka verið matabóði til síðasta þátt. Það er eitthvað fólk að koma í mat í kvöld. Það er að taka flippan á nokkurum. Já, jafnvel korkin úr einni. Já. Ég er að fara í mission á morgun, sko. Já, hvað er mission það? Ég er að fara upp á Akranes. Því er mission. Sund og pulsu? Nei. Ég er að fara á Þorrablót. Já. Akranesbær. Hvað er streymi? Já.
Hvað En okkur horfum þú ekki bara heima það fyrst þetta er streymi? Það er eitthvað 10 manna partí í einhverju partí staðar, ok. Skilu, einhverju 4 pör að hittast Sverri Bergmúl og Halldór hérna Eru þeir? Þeir eru að spila Og býttu hvar er þannig að það er eitthvað staðar Eru þeir bara heima þess að spila? Nei, það sem að streymi þegar þú ert að skemmta ekki ennum streymi þá ferðu á eitthvað stað og svo er það veistlustýri það líka En ertu þá veistlustjóri gegnum streymi? Nei, ég er gestur Hann er gestur bara í partíi Ég er bara að fara Hann er að fara á Þorrablót upp á Skaga Já Að horfa á streymi Já, þú ert ekki að fara að vinna það Þú bara að fara að fá þér og bara brennivín og pungar og Já, ég er bara að fara með hérna konu minni Já, geggja Gerðu eitthvað romantist á leiðinni? Það er aldrei að vita nema maður stoppi í göngunum og Ekki skýti í bílinn Það ferði í bann Já, það mátti ekki prömpi í bílinn Ég er að fara líka í svona Þorrablóts á morgun Við erum 6 saman Mataklúbur En þú veist, þetta er svona Matabóð? Jú, þetta er matabóð en það verður kannski lítill bakki svo allir geta aðeins smakka, þú veist Þorrapunga og kíkta á Þorran en svo er þetta meira bara venjuleg matur og, Já, þú veist hitt er bara svona stemming, þetta er bara stemmingin Það getur kannski verið stemming að vera nokkuð saman og horfa á streymi Já, svo er þetta bara partí og hittir undir. Það er ekki bara að horfa á streymi það er ekki bara Heyrðu, Halldór Gunnar er byrjaður að spila og Sverrir var að syngja Það er allir bara í partíi, sko En byrju, hvernig er samt svona, það lítur er ekki eitthvað veislustjóri? Ég veit ekki, ég hef ekki það Hann er bara að mæta í partí Ég er bara maki að fara með konu minni Hún er að vinna nánast upp á Skaga, sko Já Við minnum á líka Gunnar Nelson Það er auka þáttur í blöðkastinu sem kemur á morgun Steindi Junior settist niður með Gunnar Nelson sem var að skrifa undir nýjan 5 bardaðasamning við UFC Þetta eru risa fréttir fyrir Gunnar og hann átti 1 bardaða eftir á samning og er búin að vera meiddur lengi hefur ekki sko barist í örglega vera 2 ár Þú er rætt við mig þegar við vorum einhvern veginn á smá trúnu að þú hefði miklar áhyggjur að því að hann fengi ekki annað samning Já sko, ekki kannski fengi ekki, ég hefði mikla ágjörð af þessum eina bardaða sem eftir var að samninga því að málega ég fylgist mikið með sportinu og það er verið að kötta af og til, það er alltaf reglulega verið að kötta bardaðamenn og alvöru númer eins og hann er, þú veist, hann er búin að vera í top 15 heil lengi og svona Langt senna, ég fatt það bara þegar djöðlari til að sjá hann í búrinu Ég fór síðast að sjá hann Já, en hann á 5 bardaða, þú veist, málega það sko svo, þú veist, hann er drullu, sko hann er miklu vinsælli held ég en margir halda, hann er með risa eins og seinast þegar hann var að keppa móti hann var að keppa í London þá var, hann var að keppa móti englending en húsið var með miklu meira læti þegar hann var lappinn sem er mjög merkilegt Hvar voru við? Við vorum, ekki Glasgow? Dublin? Nei, ég man ekki Glasgow Ég fór líka til London Já, en hann er að berjast núna hann mun berjast í mars í London og það er bara núna bara hvað og hverju kemur í ljós á móti hverjum þess að hann veit það en hann má ekki segja það Er það main event? Já, alveg pottet, já Þannig að við kvetjum ykkur main event Ég veit ekki Hollendinga eitthvað að main cardio en ekki kannski main event, ég veit það ekki Er hann að fara að berjast á móti einhverjum hollending? Ég veit það ekki En kannski frá Suður Ameríku eða hvað er hann að fara að berast það veit ég Viðtalið kemur á morgun eða viðtalið á auka þáttuna blöðkastinu kemur inn á fm95blöð.is á morgun Þetta var skemmt og mér langar líka að bæta við blöð með þetta viðtal þetta er ekki bara fyrir alla sem er að fylgjast mikið með þessu heldur var þetta líka bara almennt spjall og svona ég fór vel yfir þú veist eins og þegar það var potað í augunánum hann var slegið niður og allt þetta við fórum alveg step by step yfir þessi helstu moment og það sem hann er að pralla í dag Sveppi, sannur heiður að fá þig í þáttinn Ekki máli Ég veit ekki hvort ég kalla hann fyrirlega en það en ég vil verið mættur í næsta þátt og verið líka í blöðkastinu á þriðjudaginn Er ekki bara hann vaspirinn? Ég er bara vanu í að síðan úti Vorubói Góða helgi, kæru hlustendur og takk fyrir okkur í dag